Já, það kominn 50 og það kominn 15. september og við sittum hérna við rauðaborðið. Hérna á eftir koma hagfræðingar verkalýðshreyfingarinnar og spjalla fjárlagafrumvarpið. Róbert Faresveit frá ASÍ, Heiður Björnsdóttir frá BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson frá BHM. Þau býsti við, munu gagnrýna frumvarpið harðlega. Þá kemur Sóley Kaldal til okkar, hún móðir í Laugarneskörfinu sem að kvarta yfir innviðunum og sérstaklega skólanum. Það hefur verið fjölgun í hverfinu en skólinn alltaf eins og þetta tengist kannski þéttingu byggðar og hvernig innviðirnir geta tekið við heim. Við heyrum í Ólafi Margeirssyni sem í Sviss, hann hefur verið að berjast fyrir því lengi að lífeyrissjóðirnir fjárfesti eða byggja upp leiguhúsnæði og leigi sjálfir. Bæði vegna þess að þetta góð fjárfesting fyrir lífeyrissjóðina og þetta myndi hafa góð áhrif á samfélagið og leigumarkaðinn og þetta myndi líka vinna raunverulega gegn verðbólgu. Í lok þáttarins kemur síðan Jón Ormur Halldórsson og við förum við heimsmálin, við tölum stríðið í Úkraínu, Rússland, Evrópu, áhrif verðbólgu og orkukreppu í Evrópu og stjórnmálin, við förum til Tyrklands, Indlands og Kína. En við byrjum þáttinn hérna hjá Karli Héðni, hvað að frétta? Já, náttúrulega kannski helst að það staðfestist í dag að Ragnar Þór ætlar að bjóða sig fram sem forseti ASÍ. Hann sagði það nú svo gott sem hér. Já, einmitt, en staðfest í dag. Þannig að það spennandi bara. Já, mér líst vel að það. Það spennandi? Það ekki bara ljóst hann fæði? Það ekki sem býður sig fram á mótorum? Ef hann með Eflingu og VFR og búinn að tryggja sér stuðning iðnaðarmannanna, þá hæpið að nokkuð býður sig fram á mótorum. Nei, mitt virðist frekar öruggt og það bara, mér finnst það jákvætt og bara gott mál. Svo líka forstjóri Landspítalans í dag, Rúnólfur Pálsson, að hringja viðvörunarbjöllum. Enn og aftur erum við að fá viðvörunarbjöllur frá heilbrigðiskerfinu. Við höfum nú talað við lækna hér á bróðavaktinni og hjúkrunarfræðingar sem hafa hætt. Og þetta náttúrulega svakalegt ástand og einhver daginn, annarkoð trínur þetta eða stjórnvöld gera eitthvað til þess að laga þetta. Já, akkurat, en með það sem að Bjarni búin að vera að segja, þá bara að koma með. Nei. Hann leggur til einkavæðingu. Góð lausn fyrir þá ríku og efnameiri en ekki fyrir samfélagið. Nei. En hann talar hann Rúnólfur Pálsson að þessir 14 hjúkrunarfræðingar sem að sögðu upp störfum bara í byrjun september að hann segir að þetta fólk sem eins og við höfum verið að sjá býr yfir mikilli reynslu og þekkingu og bara hrikalegt fyrir Landspítalann að missa. Þannig að akkurat að við erum komin á þann stað þar sem að besta og reyndasta fólki að fara þegar álagið ennþá að aukast. Þannig að já. En svo Sonja Ýr, Þorbergsdóttir formaður BSRB að kalla eftir því að það var einhverjar raunverulegar aðgerðir frá ríkisstjórninni til að styrkja ólíka hópa, til dæmis gegnum barnabætur. Hún segir að skorti, já, og líka það allir ekki. Ég reikna með því að hagfræðingarnir úr BSRB og ASÍ og BHM muni taka undir þetta núna eftir. Ég ætla að ræða við þau fjárlagafrumvarpið og þá heyrum við gagnrýni verkalýðshreyfingarinnar á það. Það þarf að koma hart fram algjörlega. Hún segir líka frá BSRB að þau sé að skila auðu, ríkisstjórnin að skila auðu í húsnæðismálum, sem annað en það sem að Katrín var að segja í eldhúsdags umræðanum í gær. Þau hafa reynda sagt að það muni koma eitthvað dularfullt seinna mér, að aðgerðirnar sem að Sigurður Ingi ætlar að gera og sem á að koma út úr starfshópi þjóðhagsráðs og fleira, að það mun koma í ljós seinna. Traustvekjandi. Eða hitt og heldur. Allir þingmenn Pírata, Samfylkingarinnar og Viðreisnar lögðu fram til þingsályktana í dag þjóðaratkvæðagreiðslu að framhald viðræðna við Evrópusambandið og þau vilja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram við árslok 2023. Þannig meðan að þessi ríkisstjórn situr. Já. Þannig að þessi ríkisstjórn mun sækja aðild að Evrópusambandinu. Ég sé það ekki alveg gerast. Nei, það ekki ólíkt. En já, það væri gaman að fá þjóðaratkvæðagreiðslur stundum og að þær séu virtar. Já, kannski byrjaði að virða það hvernig það verið gerðar. Það var fyrsta atriðið. En svo eru kvikmyndagerðarmenn líka að furða sig á því að það niðurskurður í framlögum til kvikmyndagerðar í fjárlagafrumvarpinu. Svolítið mikill, það þriðji farinn. Já, hvað 480 milljónir. Það munar það. Það eru 2-3 bíómyndir. Nei, mitt. Ég heyrði Bjarna í útvarpinu í morgun, ég man ekki á hvað stöð það var. Þá var hann eiginlega að halda því fram að styrkja þessast endurgreiðslan fyrir fyrir að vera að framleiða útlenskt efni þáttaraðir eða bíómyndir, að það myndi eiginlega bæta þetta, þannig að fólki fengi alveg nóg að vinna við að búa til myndir. Hann leit á þetta sem atvinnugrein, en upphaflega var að vera að styrkja kvikmyndagerð að því að þetta listgrein og þetta hluti af því að halda upp íslenskri menningu. Það var ekki sans hjá honum fyrir því.
í þessu viðtali, en það var nú tekið að maður okkur að keyra á bíl, þannig að hann kannski var ekki að hugsa alveg það sem var að segja. Veit ekki. Nei, það nú við talað True Detective sem hafa framlega hérna muni koma með 9 milljarða inn. Já, en þeir... Við borgum líka 3 milljarða fyrir það. Já, þeir eru rétt á 35% endurgreiðslu og þetta er Og HBO. segir þessi snjallu business að kaupa 9 milljarða fyrir 3 milljarða. Já, Mhm. ég veit það ekki, kannski. Nei, ég veit ekki. Skrítið allt saman. Talandi 9 milljarða, að þá hefur Samkeppniseftirlitið samþykkt söluna á Mílu, en kaupverðið er svolítið búið að lækka núna í 69,5 milljarða. Síminn fær greidda eitthvað 33 milljarða í reiðuféði beinu hörðum peningum. Sem er alltaf að greiða hlutuðum sínum. Já, og áætlaður hagnaður Símans, sem er að 2/3 hluta í eigu lífeyrissjóðanna, er búin að lækka út af þessum breytingum og samningnum, áætlaður hagnaðurinn er búin að lækka frá 47 milljörðum í 38 milljarða, sem eru með 9 milljarða Ég ætla krónum ekki að gráta það, sko. Þetta er, hluthafar Símans ganga fremst í því með hluthafanna í Kauphöllinni að skræla fyrirtækið innan. Já. Þeir hafa keypt eigið bréf, þeir hafa borgað sér arð, núna eru þeir að selja innviðin út úr félaginu til þess að geta greitt sér. Eftir mun standa bara einhver skel, þetta er gamli Landsíminn, sem var seldur á síðan tíma fyrir, ég held að sé á núverið svona 150 milljarðar. En þegar Orri, sem er núna forstjóri, keypti hlut, ég mani að þetta endaði hjá KB, þrotabúi KB banka, að þá var metið að þetta væri svona 32 milljarðar sem að væri virði, eða svo á núvirði, þegar hann keypti. Þannig að þessi hlutafar að græða óheyrilega mikla peninga og raunverulega eru þeir ekki að gera neitt, sko, nema þeir eru bara að skræla þetta fyrirtæki innan. Þetta er gríðarlegt vandamál. Núna er það að skræla hana að innan fyrir enn minni pening. Þeir eru að skræla hana innan fyrir 9 milljarða minna. Nei, ég græta ekki þótt að þið fái 9 milljarða meira. Þeir eru búin að taka nógu mikla peninga út úr þessu. Akkurat. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem þarf að fara að ræða í samfélaginu. Ef við horfum á félögin í Kauphöllinni og tökum samanlagðan hagnað þeirra, að þá eru 80% af hagnaðinum sem að hluthafarnir taka. Það er alltaf verið að segja að við verðum að passa okkur að taka ekki ómikli fjármagnstekjuskatt eða eitthvað, því að það muni draga úr fjárfestingu og öðru slíku í atvinnulífinu. En vandamálið eru náttúrulega eigendurnir eru að blóðmjólka þessi fyrirtæki. Algjörlega. Og Síminn og hlutafahópur sem kringum hann eru þeir sem hafa gengið lengst í þessu. Núna eru búin að selja innviðina af Mílu, sem eru bara innviðinni sem voru byggður upp í Landssímanum af þjóðinni, þetta er bara það þjóðareign. Nú erum við búin að selja það hvað til Frakklands. Yes, way, fyrir smá gróða. En svo einn frétt að því vorum að tala Suður-Ameríku í gær, þá var hátíðadagur í Nicaragua í gær, sem mér var svolítið merkilegur. Það voru að dansa á götunum og allt saman, að það voru að halda upp á orustu sem átti sér stað 1856. Og þá voru 180 manna her innfæddra sem sigraði 300 manna málalega her sem var á vegum William Walkers, sem var svona málalega hersöðingi frá Bandaríkjunum sem ætlaði sér að gera Nicaragua að nýlendu. Og þetta er einhver hátíð sem er haldin árlega í Nicaragua, þar sem þau náðu að berjast gegn nýlendustefnu. Við vorum einmitt að ræða Nicaragua og Suður-Ameríku við þá bræður Erp og Eyjólf í gær. Hvet ykkur til þess að fletta því upp á YouTube og finna það. En núna ætlum við að ræða fjárlögin sem eru eiginlega stóra frétt vikunar eða svona eina af þeim. Við ætlum að fá sjónarhorn verkalýðshreyfingarinnar og ræðum við hagfræðinga ASÍ, BSRB og BHM eftir augnablik. Já, þá snúum við okkur að fjárlögunum og hingað eru komnir 3 hagfræðingar sem að vinna hjá samtökum launafólks. Hérna er Róbert Farisveit sem er hagfræðingur Alþýðusambands Íslands, Vilhjálmur Hilmarsson sem er hagfræðingur BHM, Bandalags háskólamanna, og Heiður M. Björnsdóttir sem er hagfræðingur hjá BSRB. Mér er öll velkomin. Hérna, fjárlögin er náttúrulega svona eina af stóru fréttum vikunar og það sem mér langar að byrja á að spyrja ykkur, ég má byrja þér, Róbert, svona hvernig spila þessi fjárlög saman við tilraunir
eða aðgerðir Seðlabankans til þess að berja niður verðbólgu og ná einhverjum stöðuleika í efnahagslífið? Já, þetta góð spurning. Eins og nefnir, þá þetta eina stóra áskorunum sem birtast í þessum fjárlögum þetta vaxandi verðbólga og sama tíma þá er Seðlabanki Íslands að hækka vexti og reyna að draga úr spennu í hagkerfinu. Stefnumörkunin sem liggur fyrir og þetta er sett í ramma í fjármálaáætlun sem lögð fram síðasta vor að stöðva hækkun skuldahlutfallsins og þá að draga úr halla ríkissjóðs. Þetta var svo sem töluvert rætt í heimsfaraldrinum, meðal annars við þetta borð. Það í raun og veru með hvað hætti það yrði gert, hvort það yrði gert með aðgerðum á tekjuliðinni eða með aðgerðum á útgjaldaliðinni. Og það sem kannski birtist í þessu fjárlagafrumvarpi er kannski það sem allan í það minnsta alþjóðasambandi varaði við að það gert þá með einhvers konar blöndu af niðurskurði og svo álögum á almenning. Þannig að það stefnumörkunin þá til að draga úr verðbólgunni sem birtist í þessu fjárlagafrumvarpi. Já. Þannig að þú hefur viljað sjá, eða þið í Alþýðusambandinu hefur viljað sjá tekjuöflun á, hvað þá, hinna ríku, skattleggja hinn ríku, eins og stundum sagt? Já, engin spurning, það hefði verið hægt að fara, það svo sem undir stjórnvöldu komið hvaða leið valin og á tekjuhliðinni í þessu frumvarpi farið í krónutölugjöld á neyslu, það verið að fara í ákveðin gjöld á bifreiðar og rekstur á samgöngum. Það ekki verið að fara í aðgerðir sem kannski dreifa byrðunum jafnar. Svo þetta eins og þú nefnir, þá Seðlabankinn að hækka vexti á sama tíma og það hefur áhrif á heimilin. Við erum á sama tíma að sjá vaxtabyrði heimila aukast, húsaleiga að aukast, neysluverð að hækka. Þannig að það einhver sem stjórnvöld gætu brugðist við með fastari hætti, eins og í gegnum útgjöld og tilfærslukerfin. Heiður, það aðhald og niðurskurður þýðir líklega færri opinberir starfsmenn eða þá að þeir sem í vinnunni þurfa að leggja sig harða fram. Ég tók eftir því að var meðal annars verið að leggja til samdrátt til lögreglunnar sem félagi hjá ykkur í BSRB. Hvað þetta að lesa eitthvað slíkt út úr fjárlagafrumvarpinu? Hvernig opinberir starfsmenn munu hafa það á næsta ári? Já, það kannski vantar aðeins inn á skýringarnar með breytingunum á fjárveitingunum sem lagðar eru fram. Þú nefnir lögregluna og þar eru tilgreindar skýringar sem kannski varpa ekki fullri ljósi á myndina, en varðandi opinbera starfsmenn þá má líka nefna að stóru velferðarkerfin okkar og að eins og til dæmis tökum sjúkrahúsþjónustuna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu þar sem raun niðurskurður á milli ára þrátt fyrir að meginmarkmið ríkisstjórnarinnar sem sett var fram í fjármálaáætlun sem þetta frumvarp byggir á var að efla mönnun innan heilbrigðisþjónustunnar og það þyrfti fleiri heilbrigðismenntaða starfsmenn. Það rauninni engin aðgerð kynnt sem vinnur að því markmiði, þannig að þetta svolítið svona, það ákveðin tvískinnungur þar. Ég held að við þurfum að fá frekari skýringar eins og á breytingum hjá eins og þú nefndir löggæslu og fleiri málflokkum þar. Ég vil samt líka taka undir með því sem Róbert var að segja að það búið að veikja í rauninni ríkissjóð og tekjuöflunarkerfi hans með þeim hætti væri ósjálfbært fyrir COVID og nú eins og kemur fram í grein formanns BSRB sem birtist núna í dag að þá í rauninni blasir við tvíþættum veruleiki. Það annars vegar fólki sem þrengir að og fólki sem hefur það betur og ríkisstjórnin stóð frammi fyrir því að geta jafnað aðstöðumun þessara tveggja hópa og gerði það ekki í staðinn fyrir lagðar á almennar hækkanir á gjöldum og sköttum og mér finnst sérstaklega áhugavert að
Já, og það kemur reyndar fram að þetta sé verðbólguhvetjandi, þessar aðgerðir, og muni leiða til hærri verðbólgu á næsta ári. Og svo finnst mér þessi áhersla til dæmis á rafmagnsbíla mjög áhugaverð, í ljósi líka loftslagsmarkmiða ríkisstjórnarinnar, og í fjárlagafrumvarpinu verið að eyða tæpum milljarði í að kaupa losunarheimildir, af því að við erum ekki að standa við Kyoto-samninginn sem var undirritaður, eða við fullgildum fyrir 20 árum síðan og var algjörlega fyrirséð. En hins vegar þá hnjótum við líka rauninni áherslunar og framsetninguna af því það eru fjallað hagkerfið í heild og hagvöxt og hversu í rauninni gott við eigum að hafa fegra tölur sem við höfum safnað saman, og rannsóknir sýna að endurspegla alls ekki hag allra. Og það var þannig að þriðjungur launafólks í aðildarfélögum BSRB og ASÍ átti erfitt með að ná endum saman í árslok 2021, og kaupmáttur launa búinn að lækka 4,2% það sem af árinu 2022, vextir eru búnir að hækka, og það þýðir ekki að fjalla hvað allt var gott einu sinni. Við þurfum líka að horfast í augu við stöðuna eins og hún í dag og taka á henni eins og hún í dag. Og þá það náttúrulega líka þannig að það eru 3 undirstöðustoðir atvinnulífsins sem hefur sjaldan gengið betur, sem auðvitað ánægjuefni, en það náttúrulega líka möguleikar þar á því að nýta þá í rauninu góðu þróun til þess að jafna þennan aðstöðumun á milli þá launafólks og þeirra sem eiga fjármagnið. Vilhjálmur, þetta ekki þannig að nú sagt í kynningunni og í fjárlögunum eiginlega sagt að COVID-aðgerðirnar eru búnar, þær eru ekki inn á næsta ári. Samt þarna næstu í 90 milljarða halli sem að á eftir að fylla. Þú veist, þótt það sé ekki gert núna að einhvern tíma þá þarf annaðhvort að afla tekna upp í þetta eða skera ríki niður til þess að komi. Þetta einhver möguleiki á því hvað að kalla það, að hagkerfið vaxi upp í þetta og skili allt í einu meiri skatttekjum til þess að fylla upp í þetta. Ég veit ekki hvort að fólk trúi því. Hvað þetta ekki eitthvað sem að stjórnvöld verða að taka afstöðu til? Hvað ætla að gera við þetta? Því að nú ekki vaxtagjöldin orðin 3. eða 4. stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs. Við höfum verið jafnvel afdráttarlausari í að gagnrýna þennan undirliggjandi afkomuhalla heldur en önnur samtök launafólks á markanum. Við höfum bent á það nú nokkur ár hefur verið töluverður undirliggjandi afkomuhalli á rekstri ríkissjóðs, og ríkisstjórnin virðist ekki vilja horfa í augu við þann vanda, og það dálítið skín í gegn í kynningu ráðherra á slæðu þar sem kemur fram að söluandvirði Íslandsbanka stendur undir öllum fjárfestingum á árinu 2023. Þannig að það einskiptisliður sem stendur undir fjárfestingunum. En til lengri tíma velferðarkerfið vanfjármagnað í gegnum þennan undirliggjandi afkomuhalla, og þessi ríkisstjórn virðist ekki vilja rétta af þann halla, til dæmis með aukinni skattlagningu á fjármagn og annað. Og þetta finnst okkur mjög bagalegt, og sérstaklega í ljósi þess að við erum að sjá stórar útflutningsgreinar eins og til dæmis sjávarútveginn vera að skila líklega sögulegum hagnaði á þessu ári. Á sama tíma á ráðstöfunartekjur launafólks að draga saman á raunvirði á hraða sem við höfum ekki séð í langa tíma. Þannig að þetta dálítið öfugsnúið, og okkur finnst svona ríkisstjórnin þurfa aðeins að svara fyrir kannski þetta óréttlæti að sumum leyti sem að birtist þannig í frumvarpinu. En nú stundum sagt, Vilhjálmur, að þegar verið að tala að skattleggja útgerðin okkar fleira, og þá sagt eitthvað svo, já, það kannski breytir ekki svo miklu gott að séu sóttir 9 eða 10 milljarðar viðbót. Eru þið að halda því fram í BHM að það sé hægt að fylla 90 milljarðana með skatt eða hækkun veiðigjalda, orkuskatt á álverin, bankaskatt á fjármálalífið, eignaskatt á þá sem að hagnuðust í eignabólunni sem að var hér í COVID? Er þetta fyllit upp með skattheimtu? Það ólíklegt að þetta dugi til, en þetta snýst á endanum bara að byrðunum sé jafna. Þetta snýst bara réttlæti á endanum, og þannig horfum við á þetta. En við höfum svo sem ekki metið nákvæmlega hvað þarf til.
Og kannski bara til þess að taka það fram, við erum ekki bandalag sem að endilega að tala fyrir skilyrðislausri skattlagningu. Við viljum að skattar séu lágmarkaðir, en það þarf bara hins vegar að afla 30–40% af landsframleiðslunni til þess að standa undir velferðarkerfunum. Og það er ekki gert núna. Og það er ekki gert núna. Og það er ekki gert núna. Nei, það er ekki gert núna, finnst þér. Róbert, hérna, þetta er svona, varðandi, nú er kaupmáttur að rýrna út af verðbólgu og sérstaklega út af aukinni húsnæðiskostnaði, auknum húsnæðiskostnaði, bæði þeirra sem eru að kaupa og kannski, það er ekki kannski sýnilegt ennþá að þessi sambærilega hækkun á þeim sem eru að leigja, en það gæti orðið þannig að þegar lánakostnaður leigutaka vex að það leiði út í hækkun á húsaleigu. Sérðu aðgerðir til þess að mæta þessu, svipað og við erum að sjá kannski víða í Evrópu, þar sem að ríkisstjórnir eru að senda frá sér svona pakka til þess að mæta hækkun orkuvers? Það er rétt hjá þér, Gunnar, að það er hægt að bregðast við þessu að vissulega er vaxtabyrðin að hækka sem hefur áhrif á húsnæðiskostnað eigenda og við getum alveg átt von á því að það hafi áhrif á leiguverð. Þessar stærðir fylgjast til lengri tíma nokkurn veginn að. Við höfum kerfi til að mæta þessu, fyrsta leið gegnum tilfærslukerfin. Í vaxtabótakerfinu var í kringu 20% af vaxtagjöldum árið 2010. 30% ef tekið tillit til sérstakra vaxtabóta. Þannig í kerfinu voru sem sagt 20–30% af vaxtagjöldum heimilanna niðurgreidd. 2020 var þessi stærðan 3%. Það var 3% af vaxtagjöldum heimilanna eftir í vaxtabótakerfinu. Þannig að þetta hefur verið rýrnun í kerfinu yfir langan tíma, fyrst og fremst út af því að eignaskerðingamörkin hafa verið fristir í tíma. Þannig það er bara fólki sem á allra minnst í sínu húsnæði sem að fær vaxtabætur. Þeir sem eiga orðið 20–30% í svona venjulegur íbúð, þeir hafa ekki rétt á vaxtabótum. Í dag er það í kringu 20%, þannig að basically við innborgun á íbúð ert að vera orðin skertur út í kerfinu í dag. Fyrir hjón ert að fullu skert í 12 milljónum í eigið fé. Þannig að það er meðal íbúð í Reykjavík. Á húsnæðismarkaðnum þá eru viðbótarfjármunir í húsaleigubótum en það er fyrst og fremst verðbætur og fjölgun leigjenda. Þannig að það kerfi er ekki elt. Síðan sér maður þetta eins og í Danmörku þá er komið meiri hluti fyrir því á þingi að fara í leigubremsu, að hækkun og leiguverði á almenna markaðnum. Það er að segja á þeirri leigu sem er ekki regulerar nú þegar verður sett hámark 4% hækkun á ári á næstu 2 árin. Sem bara aðgerð til þess að draga verðbólgu þar í landi. Og svo er þetta barnabótakerfi líka einhver liður sem geti létt undir með heimilum barnafólki þá fyrst og fremst. Þannig að tilfærslukerfin er þarna til staðar og stjórnvöld geta hæglega gripið til þeirra. Það þarf að breyta þeim til þess að þau virki, til þess að mæta þessari, ég meina það er fólk alltaf að segja manni það sé borga 60–80 krónur meira í afborganir. Það var fátæk verkakona hérna hjá mér í gær sem að segist borga 80 krónur meira af húsnæðisláninu sínu núna heldur hún gerði fyrir árið síðan. Já, það er bara tölur á bilinu 80–100 er ekkert óeðlilegar hjá þeim sem hafa farið inn á markaðinn eða stækka við sig á síðustu árum. Vextir voru komnir niður í 3,4%, breytilegir óverðtryggðir vextir og það voru mjög margir sem sóttu í slík lán í mjög góðri trú. Þá virðist eina sem eftir stendur er að út af því að greiðslubyrðin verður það há að það er að sækja í verðtryggð lán og þá getur þetta hópur lent í mjög miklu vandræðum með að tapa eigið fé sínu í þeirri óvissu sem það stendur frammi fyrir núna. Heiður, þetta þýðir eiginlega að verðbólgan sem að geisar, að almenningur mun bara borga fyrir hana í skertum kaupmætti? Það lítur út fyrir eins og staðan er núna, já, að þetta muni bitna allverulega á almenningi og eins og Róbert kom inn á með tilfærslukerfin og svo líka Vilhjálmur varðandi réttlæti, þá er ákveðin vonbrigði að þetta skyldi ekki að vera ávarpað með skýrari hætti í fjárlögunum, enda voru þá
eru þar tæki til staðar til þess að gera það og mér langar að kannski bæta við varðandi húsnæðismarkaðinn þá í rauninni húsnæðisverð búin að hækka gríðarlega undanfarin ár en í COVID þá kannski var leigumarkaðurinn aðeins hægari heldur en verið hafði og það skýrist kannski líka af færri ferðamönnum og öðru slíku og þannig að það náttúrulega hætta á að leiguverðið fari líka að fara af stað bara vegna aukinnar eftirspurnar á næstunni. Þannig að já, það eru ákveðin vonbrigði að það skildi því að það eru möguleikar á að bæta stöðuna og það voru ákveðnar aðgerðir skrifuð til í maí, staðan búin að breytast hratt og hefði vissulega verið hægt að koma með skýrari merki inn í frumvarpið. Almenni markaðurinn, hann að það eru samningar lausir þar. Hver er staðan hjá ykkur í BSRB? Það eru einstaka samningar sem eru lausir núna fyrir áramót en annars það á fyrsta ársfjórðungi, þá í lok fyrsta ársfjórðungs á næsta ári sem að flestir samningar losna. Og það enn lengra í ykkur í BHM, svona staðstu leiti það ekki, Vilhjálmur? Nei, það á sama tíma, það semst í lok fyrsta ársfjórðungs 2023. Já, þannig að ykkar samtök eru bara öll að fara að sækja þessa kjararýrnun í hækkun launa? Já, hækkun launa og við munum vissulega líka setja ákveðnar kröfur á stjórnvöld, það hægt að fara ýmsar leiðir því að á sama tíma þá verðbólgan svona sameiginlegur óvinur okkar en svo þetta með tengst launa og verðbólgu, það okkur endalaust talið trúum að þau séu fullkomin, það bara ekki þannig. Við erum ekki að sjá það til dæmis síðustu ár að fylgni á milli launahækkana og verðlagshækkana sé tiltölulega sterk sko. Það þarf líka bara við höfum kallað eftir því frá öllum aðilum, hagstjórnaraðilum að þessi talað ábyrgð fyrirtækja á verðbólgunni, bara í gegnum fákeppni, hækkandi arðsemiskröfu og annað. Þannig við munum bara ávarpa mjög margar hluti í þessum kjarasamningum, ekki bara launalið. Ég tók dæmi af henni Barbaru sem var hérna hjá mér í gær sem hefur fengið 80.000 króna hækkun á afborganir af húsinu. 80% launahækkun til fólksins á lægstu laununum, það kannski ekki þetta, maður getur ekki spáð því að það gangi í gegn. Hvað ráður önnur að gera kröfur að vaxtabótakerfi verði virt, að skattar á lægstu tekjur verði lækkaðir? Ef við förum eitt hring á því, byrjum á þér Róbert, hvaða tæki það sem við höfum til þess að mæta þessari verðbólgu og kaupmáttarrýrnun í samningum? Já, það eins og þú nefnir, menn að fyrir það fyrsta þá standa til dæmis útflutningsgreinarnar okkar gríðarlega vel og til viðbótar við þetta þar hafa verið mikil framleiðni aukning, þá hefur verið gríðarlegu viðskiptakjara bati sem verkalýðsfélögin horfa til að þar sé svigrúm til launahækkana. Samkeppnisstaðan góð, þannig að það hefur líka áhrif. Hvað hið opinbera getur komið fram með, þá það aðgerðir sem bæta lífskjörin, sem bæta kaupmáttinn sem þau geta ráðist í. Þú þetta nefnir kannski það augljósustu sem eru tilfærslukerfin sem opinber kostnaður mjög víða, það í formi ýmissa gjalda og skatta, þannig að það ýmis úrræði þar til staðar. Nærtækast væri að horfa til eins og nefnir þeir liðir sem hafa hækkað mest sem eru þá í formi húsnæðiskostnaðar fyrst og fremst. Heiður, hvaða verkaliðurinn hvernig hann að fóta bætt? Í fyrsta lagi þá í umræðinni búið að leggja mikla áherslu á að við stöndum í þessu öll saman og allir vera sína ábyrgð og það bara verðt að ítreka það þurfa allir að sína ábyrgð og þá þurfa allir að taka þátt og leggja sitt á mörkum ef við ætlum að gera þetta í raunverulega saman en ekki bara launafólkið. Þannig að það þarf að vera ákveðin samábyrgð og það þarf að vera samábyrgð í hækkunum og verðlagi fyrirtækja, útflutningsgreinarnar eru eitt en það hefur mikill arður og hagnaður hjá mörgum fyrirtækjum þannig að hækkun verðlags ekki að bitna eins og staðan núna á afkom þar
það eru tilfærslukerfin auðvitað, það hægt að beita þeim með betri hætti og þá að styrkja tekjustofnana á móti svo að þeir geti staðið undir bættum tilfærslukerfum og það er rauninni teknar út fjárveitingar fyrir almennum íbúðum í frumvarpinu eins og þeir í dag, þrátt fyrir áherslu uppbyggingu á almennum íbúðum á næstu árum. Hins vegar eins og ef við tölum vaxtabótakerfi þá er rauninni búið að afnema það án nokkur samtals við launafólk í landinu. Þannig ef við viljum hafa vaxtabótakerfi áfram þá þarf að styrkja það. Og það er náttúrulega þá að koma til móts við almenning hvað varðar húsnæðiskostnaðar þá húsaleigubætur af því að raunin svo ef þú kíkir á eignir eftir tekjutíundum þá eru þeir sem eru í lægstu 4 tekjutíundum eiga varla eignir þannig að það er fólk þá á leigumarkaði. Þannig að það er ýmislegt að gera en það er ekki að það þurfa allir sannarlega að vinna saman og það þarf að koma viðleitni úr öllum áttum. Vilhjálmur, viltu bæta við þetta? Já, kannski aðeins varðandi svigrúmið þá bara sýna hagtölu það að svigrúmið til dæmis árum 2021 til launahækkana var að meðaltali á almenna markaðnum meira en fyrir lífskjarasamninginn. Launahlutfall sem hlutfall af verðmætasköpun var lægra hlutfall árið 2021 og við erum að fara að sjá árum 2022 örugglega ennþá meiri lækkun hlutfallsins. Þannig út frá því þeim mælikvarði til skamstíma er þó nokkuð svigrúm á almenna markaðnum til að hækka laun. En þú nefnir með 80% og launaleiðréttingu 80.000? Já, 80.000 og ef ég tala bara opinbera markaðinn þá hjá okkur og bara almennt mjög mikið af aðalega kvenlægum stéttum sem að bera upp í velferðarkerfin og ég tala til dæmis bara eins og fyrir langskóla gengna sérfræðinga í velferðarþjónustunni og þetta líka við bara fólk óháð menntun sem er kerfisbundið vanmetið, sem er að skapa verðmæti á opinbera markaðnum, sem eru miklu hærra verðmætin á almenna markaðnum, heldur en launin sem þau fá á opinbera. Eina leiðin til þess að hækka laun þessa fólks er að skapa samfélagssátt og skilning á þessu óréttlæti. Því að annars fer þetta upp allan stigann. Þannig að stóra verkefni eins og fyrir opinbera markaðinn og þessar kvennastéttir er bara að skapa skilning á þessu óréttlæti og þetta má kannski taka áratugum. Hækka laun. Segðu mér eitt svona bara rétt í lokin, má ekki líka eitthvað að vinna gegn þessu okri á Íslandi? Það er náttúrulega alveg stjórnlaust dýrt hérna allt verðlag áður en að verðbólga byrjaði, áður en dýrtíðin byrjaði, þá bara það er allt svo fáránlega dýrt á Íslandi. Hvað er ekki hægt að gera eitthvað í því, kæru hagfræðingar? Jú, á ég að byrja? Já. Ég held að það sé klárlega hægt að gera eitthvað í því og það er hægt að bæta neytendavernd og að auka aðhald gegn hækkunum og þá auka eftirfylgni og aðhald með verðlagsbreytingum. Mér vil kannski bara vekja athygli á því að það var stofnað starfshópur hérna ekki fyrir löngu breytingar á samkeppnismálum og neytendamálum en hins vegar þá var engin fulltrúi neytenda í þeim starfshópi þannig að það má greinilega bæta samtalið. Já, við konnumst við það eru settir á starfshópar leigumarkaðinn og það er engin leigjandi í þeim starfshópum. Róbert, þú ert með verðlagseftirlitið þarna hjá þér í húsi Alþýðusambandsins. Er ekki kominn tími til þess að gera verðlagseftirlit, bera saman verðið í bónus og síðan í verslunum bara í næstu löndum? Jú, það hefur svo sem verið gert fyrir nokkrum árum en það er hárrétt hjá þér að samkeppnismáli skiptir þetta bara gríðarlegu máli. Við sjáum það að þar sem er samkeppni á Íslandi, þar er mun minni verðlagsþrýstingur. Við sjáum þetta bara í undirliðum í vísitölu neysluverðs að það sem fákeppni til staðar þá er hækkunin mun meiri. Og það er fákeppni eiginlega alls staðar á Íslandi. Það sagði mér einhverju að það var eiginlega bara markað með notaða bíla þar sem að væri svona frjálsverðlagning einhvern veginn. Hitt væri allt meira minna stýrt og litaða fákeppni. Það er allt og víða of lítið samkeppni á Íslandi. Má sér þó í einhverjum mæli ákveðna vöruflokk og fleiri sem klíma við erlenda samkeppni, netverslanir og fleira. Það eru liðir þar sem verðhækkanir hafa minna rými til að koma fram. Þannig að klárlega þetta er einhver sem þarf að taka mjög alvarlega á litlum og smáum markaði eins og Ísland er. Varðandi aðeins
tilbaka í tekjuöflun, þá eru þetta ekki öll tekjuöflun ríkisins fólkin í einhverjum skattahækkunum. Við skrifum skýrslu í fyrra þar sem við vöruðum við tekjutilflutningi, þar sem að launatekjur væru taldar fram sem fjármagnstekjur og þetta kostaði ríkissjóð ári hvert á bilinu 38 milljarða. Við viljum sjá brugðist við þessu. Þetta ekki skattahækkun, þetta einhvað sem öll Norðurlöndin hafa tekið á í einhverju mæli og í raun eitthvað sem var sett fram í stjórnarsáttmála en við sjáum ekki koma fram. Já, herðu, við skulum slá botnin í þetta núna og ég þakka okkur kærlega fyrir þessa yfirferð á fjárlögunum. Eftir örskamma stund þá kemur hingað Sóley Kaldal, hún móðir í Laugarneshverfinu. Hún ætlar að lýsa því hvaða áhrif þétting byggðar hefur á grunninnviði hverfanna og þá sérstaklega skólann. Já, hún hingað komin, Sóley Kaldal, sem að skrifa grein á Vísi svona álag sem á innviðum í Laugarneshverfinu. Hún á börn þar í skóla, í Laugarnesskóla og eiginlega að skrifa það að þétting byggða leiði til þess að það sé mikið álag á innviði sem að fyrir eru. Getur lýst þessu fyrir mér, hvernig ástandið í Laugarnesskóla? Já, takk. Sko, ég vil fyrst bara fá að taka það fram að ég stuðningsmaður þéttingar byggðar. Ég hef búið víða í heiminum og kann bara mjög vel við það að búa í borgum sem eru þéttar og hafa göngumöguleika í alla þjónustu og slíkt. Þannig að ég fagna því mjög. Það þarf að líklega tryggja það að innviðirnir séu þoliða. Já, akkurat. Það bara svolítið vandamálið og það einhvern veginn virðist vera svona töf. Það byrjaði á að þétta og þá ætti jafnt og þétt að vera að styrkja innviðina. En hefur bara verið þétt og svo náttúrulega líka við bara orðið einhver endurnýjun í hverfinu. Margir sem að ólistar upp sækjast í að búa þar núna og Þarna fólk að koma aftur inn í hverfið. Já, raunverulega. Svona að vera kynslóðaskipti og bara rosalega mikil fjölgun á börnum og innviðirnir bara... Og skemmtilegt hverfi. Yndislegt hverfi, öllu leyti, þess vegna viljum við vera þarna. En og þjónustan að öllu leyti þjónusta fólksins, kennarar, starfsfólk og íþróttaþjálfarar alltaf algjörlega frábær. En húsakynnin bara algjörlega sprungin. Það í rauninni bara... Hvernig lýsir það sér sprungi skóli? Sko, þetta í rauninni tvíþætt vandamál sem svolítið verið að blanda saman. Annars vegar þetta bara skortur og viðhaldi skólahúsnæðisins. Þetta náttúrulega alveg glæsileg bygging Laugarnesskóli, byggð 1935 ef ég man rétt og svo var gerð smá viðbygging við hana á einhverju tímapunkti en viðhald hennar hefur ekki verið með þeim hætti sem það ætti að vera. Það verið að spara og með spari viðhaldi. Virkilega verið að spara. Nei, það bara, þá ertu að spara aurana á kasta krónunum. Og það eru lekirgluggar, það vitað, það verið að taka núna skólan og skoðan með til rakaskemmta. Ég vona að þetta verði ekki enn eitt skóli í Reykjavík sem miklaður. Og það ekki loftræsting í gamla húsinu sem megin hluti skólans. Þannig að það ýmislegt mjög ábótavant sem þarf að nútímavæða að bæta. En hitt sem að verra að skólinn þolir 430 nemendur eða svo en þeir eru 568. Þannig að myndið þú vilja fá 136 börn inn á vinnustæðin þinn, bara svona umfram það sem þú verður að gera dagstælega í vinnunni. Það ekki margir vinnustæðir sem myndið þola það. Og hvað þá gert? Þá minni kennsla sem hvert barn fær? Sko, í rauninni bara ótrúlegt hvað skólastjórnendur og starfsmenn skólans hafa bara náð að vinna í kringum þetta. Það bitna ómikið á börnunum. Já, árabil þau sendu sitt neyðarkall fyrst 2013 þegar það var algjörlega fyrirsjáanlegt að þetta væri þróunin og allar þeirra hugmyndir hafa ræst síðan hvernig þetta myndi þróast en ég meina börnin okkar hafa ekki aðgangað íþróttahúsi, það pínu lítið alveg ævaformt íþróttahús sem var byggt með skólanum en það annar ekki þessum fjölda þannig að þau að tapa heilu kennslustundunum 2 kennslustundum í viku með því að labba yfir í Hátún og fá þar íþróttahús fatlaðra sem tímabundin redding, við vitum ekki hversu lengi við höfum það og ég meina það hinum megin við eina stærstu umferðargötu landsins 7. bekkur, sonur minn í 7. bekk sem elsti árgangur skólans
þau geta ekki lengur verið í bekkjakerfi, þau þurfa að vera í námshópum og sitja og læra núna í stúkunni í KSÍ, þau geta ekki eins og verið inn á skólalóðinni. Þannig að svo menning skólans að vera í morgunsöngnum og umgangast yngri nemendur og geta farið og slappað á bókasafninu og allt þetta, það tapast hjá þessum elsta árgangi. Og svo náttúrulega verk- og listgreinakennslan, hún annar ekki þessum fjölda, þannig að bara, það eru svo frábæri kennarar í Laugarnesskóla, þau hafa bara fundið upp á ýmsum greinum sem að krefjast ekki svona mikils útbúnaðar til að kenna þeim, eins og kortagerð og jóga og bara, sirkuslist og svona. Í staðið fyrir leiklist, myndlist og söng. Já, og sauma, textílmennt og smíði sem að krefjast þess að þú sért með ákveðin útbúnað. Þannig að þau hafa bara verið alveg ótrúlega kæn í því að haga starfinu með þessum hætti út í rauninni skólastjórnendum bara stillt upp við vegg. Þau þurfa að taka við þeim börnum sem í hverfinu. Þau geta ekki neitað barninu þjónustu. Nei, út í öll börn eiga rétt. Álagið eykst. Já. Á starfsfólkið, á húsnæðið. Klárlega. Þannig að það er svo erfitt, ég meina, það á ekkert barn að þurfa að líða fyrir þetta. En 2013 sent neyðarkall. Já. Og hvað hafa borgaryfirvöld gert síðan þá? Í rauninni ekkert á borði. Það hefur verið rætt, það hafa verið alls konar úttektir og samræðuhópar og skýrslur unnar og hitt og þetta og á tímabili voru komnar einhverjar 8 tillögur af úrbótum sem átti að skoða. Sem verður að byggja við eða hvað? Ég meina, er það ekki augljósast lausnin? Þess að spyrja að þú nefndir 8 tillögur, er ekki bara aðaltillagan bara að byggja við húsnæðið? Jú, það er aðaltillagan og það er tillaga 1 og það er svo tillaga sem að skólastjórnendur og starfsfólk skólans styðja, foreldrafélagið og sá hópur foreldra sem að ég hef heyrt frá og rætt við og nota bene, ég er ekki neitt í forystu fyrir þetta mál, ég er bara foreldri sem að búin að heyra af þessu, mætt á kynningafund á mánudaginn var og ég var eiginlega bara stór hneyksluð þegar ég heyrði staðreyndir málsins lagðar fram. Og þá bara... Og heyrði reynslu annarra foreldra og starfsfólks. Já, og bara settist niður og skrifa þessa grein út því að nú á ég 4 börn, 2 þeirra í Laugarnesskóla, 2 fara þangað vonandi og það er bara ferlegt að þau verði, komin á 30-aldur þegar loksins verður orðið almennilegt húsnæði þarna. Hvernig voru viðbrögðin við þessari grein? Þau voru mjög góð, mjög góð og mikil viðbrögð frá fólki í hverfinu. Ég hef náttúrulega ekki heyrt neitt frá borgaryfirvöldum, vonandi svaraði mér, en náttúrulega fyrst og fremst vona ég bara að þau taki þessa ákvörðun og ákvörðun sem svo að þessir 8 valkostir voru, þeim var fækkað niður í 3 og þessi fyrsti sem hefur eindreginn stuðning skólans auðvitað bara að stækka við skólan. En svo Þið myndu vilja það í hverfinu, af því að skólinn er miðja hverfisins og á að vera vegleg miðja hverfisins, þess að börnum líður vel. Algjörlega, og bara þetta er sögufrægur skóli, eitt svo elst í Reykjavík, hann hefur verið bara algjörlega frábær, nemendur ánægðir, foreldrar ánægðir, allir ánægðir með starfið og við viljum sjálfsögðu bara vernda þessa menningu sem að Laugarnesskóli þetta er bara okkar menningar arfleið og bara hluti af ástæðunni fyrir því að fólk vill búa í Laugarnesinu Laugarnesskóli og en svo sem flækir svolítið máli að Langholtsskóli sem er hinum megin við Laugardalinn, við erum svona sikkurum megin við dalinn, hann líka komin á þolmörkum og Laugalækjarskóli sem unglingadeildin við Laugarnesskóla, semst frá 7. upp í 10. bekk, hann líka komin að þolmörkum. Þannig að það þessi 3 skólar utanum Laugardalinn sem eru allir að springa. Og það sem að hefur verið einhvern veginn svolítið að blandast inn í þessa umræðu var hvort það ætti að taka 2 elstu bekkina úr Laugarnesskóla og færa þá yfir í Laugalækjarskóla. Og hann líka sprungið, sagður. Já, þá myndi bara vera byggt við hann og Laugarnesskóli látin standi eins og hann þá það held ég einu skólinn allavega í borginni ef ekki bara á landinu sem væri með 5. til 10. bekk saman og það ekkert blanda sem að við erum endilega neitt að horfa mjög mikið í, þetta er rosalega mikill þroskamunur á þessum aldri og ólíkt starf sem hægt að einhvern veginn að vinna með 10 ára börnum og þessum sem eru á efstu stigum grunnskólans. Það var tillaga 2, hún hefur ekki fengið hljómgrunn meðal foreldrahópsins eða aðstandendur skólans. Tillaga 3 var hreinlega að þessir 3 skólar yrðu bara 1. til 7. bekkur og svo yrði byggður safnskóli unglingadeildar einhvers staðar annar staðar. Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja skóla frá grunni
Og svo náttúrulega þarf að taka inn í myndina að þessi hverfi ekki samleikjandi, þau eru umhverfis Laugadalinn, þannig að mjög líklegt að Safnskóli yrði rosalega langt frá sumum nemendum og nálægt hinum og við vitum það alveg, við sem búum á þessu landa þó unglingar hafi gott af því að labba og séu duglegir að gera það, þá eru alltaf dagar þar sem að það er verið að keyra þessi börn, vera að skutla þeim og það eykur þá alveg svakalega umferðina hverfið þar sem að litlu börnin okkar hin er að reyna að labba í sína skóla ef það eru þá bílar alveg keyrandi þvers og krus og fyrir utan það að þá myndi allt í einu Laugarnes og Laugalækjarskóli verða sambærilegir grunnskólar og þá er það skipta því skólahverfi upp í tvennt, mögulega Sundlaugaveg og það er mjög ólík byggðin sem einhverjum megin með Sundlaugaveg þannig að hún blandast skemmtilega í Laugarnesskóla en yrði miklu einsleitari nemendahópur í hvorum skólanum fyrir sig. Svo stjættarlega eða? Mögulega á þann hátt, já. Og þið viljið hafa Við viljum blandaðan lýðræðislegan skóla þannig að fólk komi alls staðar að úr samfélaginu og eigi það gott samfélag. Já. Hérna 2013 segir við og það sem að liggur eftir það eru 2013, það er 9 ár. Já. Það er þessar konunir og 3 tillögur og þú skrifa, fyrirsögnin er einhvern veginn takið ákvörðun. Já. Og þú upplifir þannig að það er bara eftir að taka ákvörðun og fara að gera eitthvað. Það er nú komið nóg að því að tala. Já. Og þú náttúrulega vilt ákvörðun nr. 1. Já, en ég er ekkert í neinni kosningabaráttu fyrir ákvörðun 1 eða tillögu 1. Ég vil bara að það fólk sem er kjörið til þess og er sérfræðingar í þessum málum komist að niðurstöðu út því að þetta er bara allt og langur tími og ef að þau komast að niðurstöðu sem að ég er eitthvað persónulega ósátt við þá, og þá kannski mögulega fleiri, þá er það bara þeirra að sannfæra okkur og við sættum okkur ekki við að vera bara einhver fjárhagsleg eða hagkvæmnisrök fyrir þessu. Ef það var að brjóta upp skólastarf sem er með áratuga langa góða reynslu, ef það var að brjóta þau upp, þá þurfa að vera fyrir því kennslufræðileg rök, samfélagsleg rök, borgarmenningarleg rök. Við látum ekki einhvern veginn kasta inn einhverju sprengju í skólastarfið nema þau bara virkilega þeim takist á að samfara okkur að þetta sé bara til hagsbóta fyrir börnin okkar. Og það getur vel verið að þeim takist það en þau þurfa þá að vinna þá vinnu. Stundum er talað þétting byggðu sem hluta af svona alþjóðlegri hreyfingu sem ég held að sé kallað New Urbanism en í sú hugmyndum borgarskipulag snýst einmitt að byggja upp hverfin, gera þau öflug þannig að þannig þarf fólk síður að fara á milli hverfa, síður að skutla þannig að borgaryfirvöld ættu að vera ánægð með það að byggja upp Laugarneskverfið. Algjörlega og ég meina og það tókst og hefur tekist mjög vel til og ég ólst sjálf upp í hverfinu og það er þú veist það er búið að hanna alla nýtingu innviðana mikið betur en var þá en svo bara kom að einhverjum þolmörkum sem að eiginlega má miða við að voru þarna 2013 árið 2002 voru farnar í breytingar á skólastarfi 7. bekkur og fluttur úr Laugarnesskóla og yfir í Laugalækjar það voru smá vaxtarverki með því en það heppnaðist vel þá opnaðist húsnæði sem fósturskólinn hafði haft og þannig að það er búið að endurhugsa þetta og eiginlega svona full nýta alla möguleika sem hverfið hefur en svo bara kemur að þolmörkum og þá fer bara einhvern veginn að kokka upp úr pottinum Já, og það þarf að byggja. Já, það þarf að byggja, frístundin okkar, börnin okkar er í skúrum á frístundaheimilum út á lóðinni í 1. og 2. bekk og svo þurfa þau að labba alla leiðin í gegnum Laugadalinn og eiginlega nánast upp að Langholtsskóla í 3. og 4. bekk og það er lengri leið að labba en frá Hlemmi og niður á Lækjartorg. Þau fá rútu, vissulega geta fengið rútu en þetta er bara óþarfa þvælingur. Leikskólanir? Þeir eru líka sprungnir. Já, ég meina, það er búið að standa til í langan tíma að stækka leikskólan Hof sem deilir lóðinni með Laugarnesskóla. Ég veit ekkert á hverju það strandar. Laugasól sem hinn stóri leikskólinn sem við hliðan á Laugalækjarskóla. Þar eru komin upp miklu vandamál, börnin þaðan voru flutt eitthvað í Kringluna í húsnæði. Það var allt í einhverju upplaust þar og ég meina mín börn sem eru komin vel á annað ár, þau fá ekkert leikskólapláss í hverfinu, ég þarf að keyra út fyrir hverfi til að fá leikskóla fyrir þau. Og svo náttúrulega getum við alveg fyrst verið byrjuð á nefnum við náttúrulega bara íþróttaaðstöðuna, það er ekkert fjölnota íþróttahús fyrir börnin í Laugardalnum. En nú erum við hliðin á miðstöð íþrótta í Reykjavík. Já, bara á landinu, í Laugardalinu. Og fá börnin ekki þar inni? Nei, ég meina
Dagur var nú búinn að lofa okkur Laugardalshöllinni sko 15. ágúst, það bólar ekkert á henni. Ég held að komi kannski í lok september en ég hef enga dagsetningu þannig að þú veist, og hún leigð út allar helgar þannig að þú veist, íþróttahús líka samfélagsleg uppbygging þannig að og við viljum að börnin okkar hafi ykkur hús að venda og bara eins og þetta að börnin getur stunda íþróttir sem part af aðalnámskrá á skólatíma, það líka algjörlega Þú ykkar börn geta það ekki? Nei, þau þurfa að ganga langar leiðir til að fara í leigt íþróttahúsnæði. Þannig að bara svona þegar maður horfir á heildina, allt frá leikskóla, í grunnskóla og frístund og úlingadeildina og svo íþróttaiðkunina, þú veist, þetta bara, það allt komið langt umfram það sem það getur. Já. Herðu, Sóley, takk fyrir að koma hingað og gangi ykkur vel í baráttunni ykkar fyrir að byggja upp gott hverfi. Takk fyrir kærlega. Ég vil bara fá að segja aftur við skóla og frístundaráð bara endilega takið ákvörðunina, standið með henni, tökum þetta skref áfram, við getum ekki beðið lengur og það engin betri tími en núna. Takk. Engin tími betri en núna. Þakku Sóley aftur kærlega fyrir og sendu baráttukveðjur í Laugarneskverið. En núna ætlum við að fara til Sviss, þar sem við ætlum að tala við Ólaf Margeirsson hvort að lífeyrissjóðirnir eigi að byggja upp leiguhúsnæði og leigja. Já, heyrðu, þá ætlum við að ræða húsnæðiskreppuna á Íslandi og hvort að lífeyrissjóðirnir séu lausn á því. Ólafur Margeirsson hagfræðingur sem að býr í Sviss og hann hefur í mörg ár verið ég vil ekki segja berjast fyrir því, en verið að benda á það að það sé mjög gott fyrir lífeyrissjóðina, gott fyrir samfélagið ef að lífeyrissjóðirnir tækju að sér húsnæðisuppbyggingu á Íslandi. Það svo, Ólafur Margeirsson. Ég myndi halda því fram, nákvæmlega. Já, af hverju? Reyndu nú að samfæra mig. Það út af mörgum þáttum, raun og reynd. Það fyrst og fremst það náttúrulega fyrir sjóðfélagana sjálfa. Þetta væri sem sagt jákvætt út frá áhættu leiðréttri ávöxtun fyrir sem sagt lífeyrissjóðina og sem sagt sjóðfélaga. Áhættu leiðrétt ávöxtun, hvað þýðir það? Það einfaldlega þannig að þá voru að taka tillit til áhættunar sem fjárfestar eða sem lífeyrissjóðir eru að taka þegar þeir eru að fjárfesta. Ef þú fjárfestir í fyrirtæki sem 100% meira áhættu meira heldur en annað fyrirtæki sem að borga þér sömu ávöxtun, þá það ekki mjög gáfulegt að fjárfesta í fyrirtækjunum sem miklu áhættu meira. Þannig að þú verður alltaf sem fjárfestir að horfa á það hversu mikil áhættu leiðrétt ávöxtun Og fjárfesting í íbúðarhúsnæði áhættu lítil fjárfesting? Hún tiltölulega áhættu lítil, já. Það fer eftir náttúrulega augljóslega hvenær þú gerir hana. Þú kaupir fasteign á Íslandi árið 2007, þá það mjög væntanlega herri áhætta heldur en ef þú kaupir viðkomandi eign til dæmis árið 2011 á sama tíma. En punkturinn að lífeyrissjóðir þeir eru langtíma fjárfestar. Þeir eru að leita eftir ávöxtun í til dæmis fjármögnunarverkefnum sem taka mörg ár vegna þess að þeir verða að borga út lífeyri eftir mörg ár og í mörg ár. Þannig að það mjög jákvætt fyrir lífeyrissjóði í fyrsta lagi að finna einhverja eign sem langtíma fjárfesting og eign á sama tíma sem að borga út reiðufé, það til dæmis leigu eða í tilfelli fyrirtækja væri það arðgreiðsla sem þeir síðan geta notað til þess að borga út til sjóðfélaga. En eru lífeyrissjóðirnir ekki inn á þessu markaði með því að lána sjóðsfélögum sínum fyrir húsnæðis íbúðarkaupum? Það hluti af því, nákvæmlega.
það eru, sem sagt, á sama tíma getur líka sagt að lífeyrissjóðir þeir eru í því að taka þátt í sem sagt, þeim markaði sem opinn fyrir fjárfestingum í fyrirtækjum vegna þess að lífeyrissjóðir þeir lána líka til fyrirtækja. En lífeyrissjóðir þeir kaupa líka hlutabréf í fyrirtækjum. Og punkturinn hjá mér einfaldlega sá að alveg eins og lífeyrissjóðir eru að kaupa hlutabréf í fyrirtækjum, þá ættu þeir að kaupa fasteignir til þess að lána, til þess að leigja þeir út á nákvæmlega sama hátt og eins og þeir eru að lána sjóðfélögum eða fyrirtækjum til þess að fjárfesta í hverju því sem þeir vilja. En lífeyrissjóðir í Íslandi, þeir sem sagt lána sjóðsfélögum, þeir lána líka fyrirtæki sem eru að byggja og þau kaupa hlutabréf í fyrirtækjum. Ég veit ekki hvort þessu mikið að kaupa hlutabréf í fyrirtæki sem eru að leigja almenningi en örugglega Regin, Eik og þeim sem eru að leigja fyrirtækjum. En hafa ekki vilja fara þessa leið sem að þú leggur til. Hver eru rökin þeirra gegn því að þau lífeyrissjóðir eigi ekki að vera inn á markanum með svona beinum hætti eins og þú ert að leggja til? Ég hef ekki fundið ég hef ekki heyrt nein sérstök rök frá þeim varðandi það af hverju þeir ættu ekki vera þar. Ég reikna með því að ég get mér til það að ástæðan fyrir því að meðal annars sú að það erfiðara. Þetta sem sagt, og nú ætla ég að verði að leyfa mér að sletta því miður. Þetta operationally öðruvísi heldur en að lána sjóðfélaga til þess að kaupa eign. Þannig að þú sem leigusali, þú verður að taka ábyrgð á íbúðinni eða eigninni, hvort sem það blokk sem með kannski 5 eða 10 eða 20 íbúðum eða hvort þetta sé bara einföld íbúð. Þú verður að taka ábyrgð á því að leigja hana út. Þú verður að sjá til þess að hún sé leigð út á réttum tíma. Þú verður að sjá til þess að leigutakinn, þessi leigjandinn, sé ánægður eða ánægð í íbúðinu og svo framvegis. Þannig að þetta er annað business model, eins og sagt heldur en það eitt að lána einstaklingi til þess að kaupa viðkomandi eign á sama tíma. Þannig að ég skil það mjög vel að það sé erfiðara fyrir margan lífeyrissjóðinn að taka þetta skref vegna þess að þetta á Íslandi þekkist enn sem komið ekki. En þetta óvanalegt? Þetta það sem að lífeyrissjóðir í Evrópu gera ekki eða þetta það sem lífeyrissjóðir í Evrópu almennt gera? Margir gera það. Sviss augljósasta dæmið. Í kringum 24% hér bil af eignum lífeyrissjóða í Sviss eru í fasteignum og innan fasteigna sem sagt þá eru það bæði sem sagt íbúðarhúsnæði, það eru skrifstofur, það eru verslunarhúsnæði og svo framvegis. En svona gróft yfir heildina þá helmingur af þessum 24% af eignum lífeyrissjóða í Sviss, þær eru í sem sagt íbúðarhúsnæði. Já, ég held að við með súlurit sem að þú hefur birt einhvers þar, það sem að sýnir eignir svissneska lífeyrissjóða, þetta eru skipt eftir 2016, 17, 18, 19 og 20 og það grái hluti súluna sem þú ert að ræða sem að sveiflast þarna frá 2,5% upp í 24,4%. Inn í þessu eru öll lán til fasteigna, þannig að á Íslandi væru þarna inni lán til sjóðsfélaga, lán til fyrirtækja sem eru að byggja eða þetta bara sá hluti sem að sjóðirnir eru með í svona, þá eigin rekstri? Þetta er bara sá hluti sem sjóðirnir eru með í beinum eignum varðandi það að kaupa og eiga sem sagt íbúðareignir. Íbúðalán ekki innifalið í þessu. Þú sérð reyndar íbúðalána súluna, það sem sagt þessi örþunna skífa sem næst efst. Efsta skífan það sem sagt aðrar fjárfestingar eins og til dæmis vogunarsjóðir og slíkt. Þetta er svo lítið að það mun enginn sjá þetta nema eitthvað sem að horfa á þetta á einhverjum flenniskjá sem að mun sjá. Þetta er örþunn blá lína sem þarna efst sem að enginn mun líklega sjá.
Já, og sem sagt, punkturinn er í rauninni að sem sagt, takið líka sérstaklega eftir því að sem sagt, þessi eignar hluti, hann er tiltölulega stöðugur. Hann er í kringum þessi 22, kannski upp í 25%. Augljóslega er mismunur á því hvaða lífeyrissjóð þú ert að tala. Hann getur farið niður í kannski 5%, hann getur farið upp í 30% sem dæmi. En til langs tíma, það er hefð fyrir því og það er góð þekking fyrir því hér í Sviss að lífeyrissjóðir og aðrir sem sagt, stórir fjárfestar, þeir eigi íbúðir og aðrar fasteignir til þess að leigja þær út. Og elsti sem dæmi, það er sjóður sem sagt, er hægt að kaupa í, það er að segja fjárfestingarsjóður sem er hægt að kaupa í. Og hann byrjaði að kaupa íbúðir árið 1938. Og þessar íbúðir eru ennþá í eigu viðkomandi sjóðs eða í eigu fyrirrænara þessara sjóðs. En 25% af eignum íslenska lífeyrissjóða er alveg rosalega há upphæð. Þannig að, en þú ert að segja að þetta hafi byrjað 38 eða eitthvað, þannig að þetta myndi byggjast upp í það á einhverjum tíma að verða svona 2000 milljarðar sem að lífeyrissjóðin rættu í íbúðarhúsnæði. Er það eitthvað tala sem að þú segir fyrir þér í framtíðinni? Í framtíðinni það getur margt gerst. Ég reikna ekki með því að þessi tala hún náist innan 5 ára. Mjög ólíklega innan 10 ára, kannski innan 20 ára, ef vilji er fyrir því á annað borð. En ef við myndum leggja staða þá verðum við að tala kannski svona þína tillögur er eiginlega þarna verið umtalsverðar upphæðir sem að fari inn á markaðinn. Ég er ekki að leggja til þess að lífeyrissjóðir setji 25% af sínum eignum inn í íbúðarhúsnæði á Íslandi. Ég er að leggja til þess að lífeyrissjóðir setji eitthvað af sínum eignum inn í leiguhúsnæði á íbúðum á Íslandi. Hvort það sé 3% eða 5% eða 30%, það fer eftir viðkomandi lífeyrissjóði og þessir lífeyrissjóðir einfaldlega verða að taka ákvörðun það sjálfur. En þá þurfa þeir raunverulega að stofna fyrirtæki, þeir þurfa að stofna leigufyrirtæki sem er kannski óvanalegt fyrir íslenska lífeyrissjóði. Þeir eru bara eiginlega að styðja þá sem eru hvort sem er í einhverjum business eða gera eitthvað. Það er svona kannski líkast því þeir tóku yfir eignir eftir hrun, það sem er byggu til fyrirtæki til þess að reka þeir og gera eitthvað verðmætt út úr til dæmis Icelandair og fleira. Þannig að þetta er svolítið breyting. Já, sko, það er mikilvægt að sjá því að lífeyrissjóðir væru frekar í því að byggja til þess að leigja út. Það væri virkilega slæm hugmynd ef lífeyrissjóðir á Íslandi myndu að taka ákvörðun einn daginn og segja, heyrðu, við ætlum að setja x milljarða í það að kaupa íbúðir í eignum eða blokkum sem dæmi sem þegar eru til. Vegna þess að augljóst að það sem myndi gerast í fyrsta lagi myndu þeir ekki eignast blokkina í heilu lagi sem nokkurn veginn nauðsyn til þess að hafa virkilega góða stærðarhagkvæmni í því að reka alla blokkina. Og í öðru lagi myndi slíkt leiða til þess að fasteignaverð á Íslandi myndi hækka miklu meira heldur en það nú þegar hefur gert. Eins og við höfum séð þegar eftirspurn eftir gömlum eignum að þá sprengir það upp eignaverðið. Það getur gerst og punkturinn að ef lífeyrissjóður á Íslandi einn eða annar tekur þá ákvörðun einn daginn að lífeyrissjóðurinn vilji byggja upp eignasafn af íbúðarhúsnæði sem hann ætlar að leigja út og mikilvægt að sá lífeyrissjóður samþykki það og átti sig á því að hann verður að gera samning við byggingaverktaka það að byggja viðkomandi íbúðir sem síðan verða í eigu, beinni eigu eða í gegnum einhvers konar eignarhaldsfélag og sem fer eftir í hvernig reglugerðir eru á hverjum tíma sem síðan eru leigðar út á markaði á hverjum tíma. Sko það er húsnæðiskreppa á Íslandi. Það er vandamálið frambóðið, það vantar húsnæði. Lífeyrissjóðirnir eiga nóga peninga. Þeir eru að leita að fjárfestingar möguleikum. Af hverju ekki löngu búið að gera það?
það hefur löngum verið tiltölulega þægilegt innan gæsalappa á Íslandi sem dæmi að ná nægilega mikillir ávöxtun á Íslandi í því að sem dæmi leigja, eða fyrirgefðu að lána til íbúðakaupa, frekar heldur en að eiga íbúðir til þess að leigja þær út. Og það sem hefur gerst, sérstaklega núna, hægt og rólega yfir kannski síðustu 20 ár eða svo, þá hefur svona leiknin í vöxtum á Íslandi, hún hefur verið niður á við. Það er erfiðara og erfiðara fyrir stóra lífeyrissjóði eða stóra fjárfesta að finna háa ávöxtum sem er kannski í kringum þetta 3,5% raun ávöxtuna viðmið. Það er einhver breyting á því akkurat núna, en þetta er sveifla. Til langs tíma þá hefur það er þessi breyting. Akkurat núna er þessi breyting að eiga sér stað, þar sem það er betra einfaldlega að búa til strategíu til langstíma, þar sem það er farið út í það að byggja til þess að leigja út, vegna þess að fortíðin, hún er fortíðin. Það er ekki hægt að treysta á það að ná þessum 3,5% ávöxtunar viðmiðum eins og hefur verið gert, einfaldlega þökk sér því að vextir hafa verið að lækka og eignaverðið hefur verið að hækka. Þannig að nú Hver er ávöxtun lífeyrissjóðanna af svona uppbyggingu á leiguhúsnæði? Fyrir eftir í hvers konar leiguhúsnæði það er, það getur verið í kringum 7-9% á ári. Af hverju er það svona mikið? Í landstíma, yfir heila sveifluna. En af hverju er það svona mikið? Það er vegna þess að leiguverð á Íslandi er tiltölulega hátt. Þannig þetta myndi ekki leiða til lækkunar á leigu? Þetta myndi ekki leiða til lækkunar á leigu? Ég myndi ekki reikna með því að þetta myndi lækka leiguna, þetta myndi draga úr hækkuninni. Og það er stór punktur þar. En þetta myndi leiða til þá minni hækkunar á næstu árum eða raunlækkunar eða einhverju svona tímabili. Geturðu lýst í kannski muninum á leigumarkaðnum á Íslandi og til dæmis í Sviss, þar sem að lífeyrissjóðir eru stórir og það eru stórir aðilar inn á leigumarkaðnum. Hver er munurinn fyrir leigjendur? Það er afskaplega einfalt. Sem leigjandi, ég er leigjandi akkurat núna sem dæmi, þá veit ég nákvæmlega hvernig leigan hjá mér hún þróast miðað við verðlag yfir heildina yfir næstu 10 ár í raun og reynd. Leigan hjá mér hún mun bara hækka ef sem dæmi íbúðin er endurbætt eða sérstaklega ef verðbólga mun eiga sér stað. Verðbólga í Sviss hún er í kringum 0-1% að jafnaði síðustu 10 ár en það byrja. Það sem er hluti af því, af hverju þetta hefur verið svona lág verðbólgu hagkerfi eins og raunin er nákvæmlega svo að það er búið að byggja mikið. Leigumarkaðurinn stór, 80% eða svo af fólki sem býr í Zurich sem dæmi er í leiguhúsnæði. Og það sem gerist er að þegar það er svona mikið af stórum stofnanalegum fjárfestum sem eru að búa til mikið framboði inn á markaðinn. Það sem gerist er að leiguverð það helst lágt, það er að segja leiguhækkunin er afskaplega takmörkuð. Leiguverð er hátt en leiguhækkunin er lítil. Þegar leiguhækkunin er lítil, þá er lítill þrýstingur á sem dæmi nafnlaunahækkanir. Þrýstingurinn á raunlaunahækkanir er nokkuð eins og sami. Þegar þrýstingurinn á nafnlaunahækkanir er lítill, þá mun kostnaður fyrirtækja við það að ráða fólk, hann mun hækka lítill, sem leiðir til lítilla verðbólgu. Punkturinn á Íslandi er að það vantar að draga úr leiguverðshækkuninni á hverju ári til þess að sjá til þess að fólk það geti verið í öruggu leiguhúsnæði til langs tíma sem síðan á sama tíma dregur úr nafnlaunahækkunarkröfunum á Íslandi sem síðan leiðir til þess að verðbólga á Íslandi verður minni. Þannig þetta er vörn gegn verðbólgu að hafa traustan, regluvettan húsnæðis- og leigumarkað. Með nægilega miklu framboði á hverjum tíma og framboðið það er búið til með því að sjá til þess
að til dæmis lífeyrissjóðir og aðrir stórir fjárfestar, þeir eru til í að koma inn á markaðinn og þeir sjá hag í því að koma inn á markaðinn með því að búa til mikið af framboði. Og það samkeppnin leigjandann sem á að eiga sér stað frekar heldur en í öfuga átt, þar sem það eru margir leigjendur sem vilja bara leigja sömu íbúðina. Þú átt að sjá til þess að hagkerfið sé þannig að það sé nægilega mikið af framboði til þess að halda almennu verðlagi niðri. Og það sem náttúrulega. Ólafur, þú er búin að vera að tala þetta í nokkuð langa tíma. Finnurðu mun á því núna þegar þú ert að kynna þessar hugmyndir, hvort að þú hafir svona betri áheyrn? Hefur þú trúað því að þetta sé að þokast, að það verði líklegt að einhverja svona ráðagerðir geti orðið að raunveruleika á næstunni? Það fer eftir í hvað þú kallar á næstunni, en við skulum orða það þannig að góðir hlutir þeir gera sagt. Þetta þokast, eða? Þetta þokast. Að lokum það gerast það. Herðu, Ólafur, ég ætla að þakka kærlega fyrir að staldra hérna við og ræða þetta mikilvæga mál sem mun örugglega verða hluti af umræðunni og ekki síst kannski umræðunni kringum kjarasamninga sem að einhver leyti hljóta snúast einhver lausn á húsnæðiskreppinu sem hérna. Kæra þakkir. En svo núna hérna rétt á eftir þá förum við frá Sviss og förum með Jóni Ormi Halldórssyni. Við ætlum að fara til Rússlands og Úkraínu, til Evrópu, Tyrklands, Indlands og Kína. Komið með okkur í þá ferð. Já, þá er að komið að heimsmálunum og hingað komin Jón Ormar Halldórsson. Og þegar þú kemur niður þá var bara heimurinn undir, en við lifum náttúrulega á stríðstímum, þannig að það er eðlilegt að byrja þar. Hérna, Úkraínumenn eru í einhverju sókn, að vinna eitthvað svona svæði. Erum við að sjá fram á að þetta stríð sé að enda eða erum við að fara að horfa á margra ára stríð í Úkraínu? Sannleikurinn auðvitað sá það veit enginn. Það er alveg sama hvað mann segjast vita þessi mál. Þetta veit enginn. Og það hefur einkenni stríðsins frá upphafi að það þróast með talsvert öðrum hætti heldur en flestir bjuggust við. Núna eru sérfræðingar og hernaðarsérfræðingar og aðrir alls ekki á sama málum hvað muni gerast næst eða hvernig þetta muni þróast. Margir sem að vara við og mikilli bjartsýni fyrir hönd Úkraínumanna, en svo aðrir sem benda á að í rauninni sé Pútín búinn að tapa stríðinu. Og ég held að það sé út af þessi rétt, ég held að það sé búinn að tapa stríðinu hvað sem eftirleikurinn verður. Hann ekki að fá það sem hann ætlaði sér út úr þessu. Hann ekki að fá neitt það sem hann ætlaði sér út úr þessu og þetta orðið örugglega mesta sjálfsmark stórveldis í pólitík síðan Bandaríkjar réðust inn í Írak og sennilega verður þetta afdrifaríkara heldur en það jafnvel. Þannig ég held að þetta muni breyta gífurlega miklum stöðu Rússlands til lengri tíma, fyrir hagkerfi í Rússlandi, fyrir pólitík í Rússlandi og ég tók raun eftir í að þegar ég farið yfir eitthvað gamalt efni þá sá ég það að fyrsta viðtalið sem ég fór í þetta stríð, þá vissi maður þetta ekkert, þannig heldur þá talaði það að hugsanlega væri Zelenskí að flýja land og þetta væri bara búið á nokkrum dögum. En þá einhvern veginn datt upp á mér að þetta væri endurinn á valdatíma Pútins sem þarna blasti við, þetta væri endatafli á Pútín. Og það virkaði sem mjög undarleg framsetning á þeim tíma. En eitthvað sagði manni samt strax í upphafi, þetta væri of stór aðgerð til þess að Rússar gætu ráðið við þetta með hætti þeir hefðu stjórn á atburðarásinni og þetta myndi vekja slík viðbrögð svo víða og þetta myndi vekja Rússland á svo margvíslegan hátt að þetta myndi enda með því að valdakerfið í Rússlandi þyrfti að glíma við það skiptar heilum leiðtoga og ég held að það spá bara algjörlega óábyrgt þá held ég að þetta sé ennþá þannig að staðan blasir ennþá þannig mér Pútín muni ekki ná sér af þessu. Ég veit ekki hvernig hans endir verður, en þetta er katastrófal niðurstaða, það sem hefur gerst hingað til og það er ekkert sem bendir til sérstaklega hann eiginni vegi út. Vegna þess að til þess að hann skorti bæði vopn. Þegar menn eru fættir að kaupa vopn í stóru stíl frá Norður-Kóreu, þá er eitthvað mikið það. Þeir get ekki smíðað öll vopnin sín sjálfið, það er búið að koma í ljós að það er 70 vestræn fyrirtæki sem að eiga íhluti í rússnesku vopnum og þau eru ekki afgreidd lengur.
Þannig að vopnin verða frumstæðari og lélegri og það hefur fundist dæmi þess að það hefur notaður í að tölvuflögur og annars slíkt sem er notuð í leikföng og svona heimilistæki en ekki í vopn, venjulega. Þannig að greinilega er einhver algjör örvænting með framleiðslu verkefna og þó biðirnar sé mjög miklar að þá er ekki margir útvegir á þessu leit og síðan vantar að mannskap. Og eina leiðin til þess að fá menn í stríð er að gera allsherjar herútboð og ég held að Pútín gerir sig grein fyrir því að það myndi hafa þá væri teiningunum kastað endanlega. En hann har kjarnavopn? Hann har kjarnavopn og það er þetta sem að rauninni fyrstu vikur stríðsins. Þá rammaði það hlutina meira inn heldur en annað. Þannig ég tók eftir því til dæmis að þó að leiðtogar segðu eitt og annað svona mjög herskátt að þá voru svona varfærnari menn sífellt að hamra á því svona baku tjöldinni og svona sota votsi bara svona rétt að koma því að maður nætti kjarnavopn og það yrði að taka mið af því. Og það er smál sem komið í ljós að það er það eina sem hann á. Og það eru ákveðna líkur á því að Pútín ef hann er algjörlega króað af þannig að það var ljóst að hann er að bara tapa stríðinu algjörlega að hann myndi nota þessu svo kölluðu battlefield eða þessum kjarnavopn sem eru tiltölulega litlar sprengjur en geta verið nóg til þess að taka út heila flugvöll eða heila fylking og skriðdröggum eða eitthvað slíkt. Eina hertilda mönnum. Já, akkurat. Þá var hann komin færan yfir strik eða yfir línu sem að er líklega, var algjörlega andstöðu Kínverja til dæmis og eiginlega flest ríki heimsins. Það er eiginlega ekkert að sjá hvernig hann geti fengið alþjóðlega stuðning eða skilning á því að fara yfir þessa línu. Því einhver kennisetning svona hefur haldið í alþjóðastjórnmálum frá 1945 er það sú kenning að menn noti bara ekki kjarnavopn. Og þó að þessar sprengjur út af þessi séu grandi ekki endilega fleiri mannslífum heldur en margra daga bardagi, að þá er þetta einhver lína sem hann fara varla yfir. Þú segir katastrófa, en er það ekki bara besta mál fyrir Rússland að losna við Pútín? Ég er hættum að það getur verið mjög Getur það ekki eitthvað verra við? Já, það er nú gallið mál. Það er oft sem það gerist. Það er raunar fyrir 1-2 árum síðan þá kom út bók sem man ekki nákvæmlega nefna núna þar sem höfundur færið rök fyrir því að það einast eða það sem við ættum byggja fyrir var langlífið fyrir Pútín. Því það sem tæki við á hann var það sem menn ættu raunverulega óttast. Og hvað er það? Það er upplausn nr. 1. Það er Írak eða... Ég segi kannski ekki alveg svo slemt, en það eru flesti sem gagnrýna Pútín að virðast vera hugsanlegir, ég segi ekki arftakar, en eru svona einhverju fylkingu gegn honum, hugsanlega, eru harðar heldur en hann. Þetta eru ekki svona óðir þjóðirnir sinnar. Það getur verið einhver taktík í þessu þannig að menn séu látnir segja hluti sem að til að láta Pútín lít út eins og sko meira mótarætt heldur en hann er. Það er hugsanlegt, en það er samt ekki einleikið þeir sem að taka til máls og krítisir eitthvað örlítið stríðið eða Pútín eða eitthvað þess aftar, eru allir harðar heldur en hann. Og það er ýmislegt spendilegst líkir aðlega séu sterkir í hernum, séu sterkir inn í stjórnkerfinu, sem að hreinlega byggir svo mikið á Pútín að það veit enginn hvað gerðist að hann er fjarlægur eða færi. Ég veit ekki eiginlega hver maður getur vonast eftir og ef ég sagði þér það, ég sagði fyrir mér einhver scenaríu 1, 2, 3, 4, 5, þá var ég bara að ljúga. Ég get búið til hvað sem er, en það bara veit þetta ekki. Ég vil spyrja annað svo veist ekki. Hvernig getur þetta stríð endað? Endar það með því að Úkraínu her rekur Rússa út úr Úkraínu og hvað svo? Rússar eru þá bara áfram hann næsta bæ og geta farið í landamæri hvernig sem þau vilja aftur? Já, sum myndi segja sum myndi segja það endi og endan með allt stríð. En það er ekki alveg rétt, vegna þess að það er til frosinstríð sem er árum saman. Norður Kóru áður? Það er frosistríð síðan 50 og það er annað sem hefur verið að vakna síðan daga með tengslu við Úkraínustríð og það er Azerbaijan gegn Armeníu og það sýnir bara að Azerbaijan er að nýta sér veikleika Rússa þeir vilja þeir vita núna þeir get ekki komið Armenum til hjálpar eins og áður þannig að þeir nýta sér það er eitt konflikt og það er mörg dæmi slíkt og það er raunin martröð fyrir Úkraínumenn að ímynda sér það að lenda í frosnu stríði. Það gerði þau verkum að það var aldrei að byggja upp efnahagskerfið eða stjórnmálakerfið með neinu svona þeim hætti sem hugnaðsmönnum og það er svolítið hættulegt alltaf þú ert með svona óútkljáð konflikt að þessu tagi þá er alltaf öfgaöflin, þessu hörðustu öfgaöflin sem segir megum aldrei gefa neitt eftir þarna sem verða ofan á. Það verða svona eins og Ísrael.
það verður svona þjóðaröryggis sjónarmið sem verður ofan á allt líkjandi Það og bara hryllileg lönd. trompa allt saman og þetta er ræðileg land og Úkraínumenn vita af þessu þannig að þeir get ekki hugsað þetta. Ég sé eins og ekki hvernig hægt að hrekja Rússa algjörlega út úr Úkraínu. Ég held að ég get ekki ímyndað með það allir með þessu Úkraínumenn mun nokkuð tímann endurheimta Krímskaga. Zelenski var nú bara að lýsa yfir í dag, hann ætla Hann að gera það. hafa margótt gert og ég tala nú ekki Donbass og allt það. En það, já, eins og ég segi, þetta verður mjög messi, þetta verður mjög erfitt og þetta er algjörlega ódregnilegt þessu stundur. En það sem ég horfi mest á, sko, núna er það hvernig mér finnst þrengja að Rússum, ekki bara svo í stríðinu sjálfu, heldur eru þeir að einangrast smám saman, þetta er að hafa svo greinilega óhemju neikvæð efnahagslega áhrif til lengri tíma. Menn ef við verðum nefna það að sko rúblan hún standi sig ágætlega. En ástæðan fyrir rúblan standi sig ágætlega svo það er ekkert flutt inn. Þannig að þá er auðvitað ekki eftirspurn eftir gjaldeyri. Þannig að það er búið að banna og það er viðskiptaþvinganir sem hafa skipt mestu máli er bannið á sölu og alls konar varningi til Rússland sem er algjörlega nauðsynlegur í allir flókinni starfsemi, í öllum flóknum iðnaði. Og þú getur stoppað iðnað sko í þróustu ríkjum Evrópa bara hreinlega með því að stoppa íhluti annars staðar frá. Eru menn byrjað að sjá þetta í Rússlandi að svona lífskjör og byrja að hafa áhrif á daglegt líf, þessi vöruskortur og erfiðleikar, eða eru við ennþá að tala um að þetta muni verða svona ef þetta heldur svona áfram, eða getum við bent á eitthvað að ástæði sé orðið svona slæmt? Nei, það er ekki orðið svona slæmt. Ég held að það muni koma í ljós frekar næsta ári. Það talaði að rússneska hagkerfið muni draga saman 6-7% núna í ár, en sennilega 8-10% á næsta ári. Og þegar það er haft í huga hvað stór hluti rússneska hagkerfinu er fráefnisframleiðsla, þá er orðið mjög lítið eftir að þessu þróara hagkerfið sem að allar þjóðir hljóta vilja byggja upp hefur alltaf þróa samfélagið og efnahagskerfið og lífskjör og allt það. Þannig að það sem ég held að gera, svo er þetta eitt í þessu að það er fjöldið fólks í Rússlandi sem gerir sér algjörlega grein fyrir þessu. En það hefur verið svar þessa hóps hingað til að vera að fara úr landi frekar heldur en að segja nokkuð. Og það tala 300 eða 400.000 mann sem hafa farið frá Rússlandi að undanförnu án þess að vera með miða heim bara síðustu mánuði. Og þetta er fólk sem að Rússland mátti átti til að sístu að missa. Þetta er fólk í upplýsingageiranum, í alls konar tæknistarfsemi, í vísinda heiminum og þess áttar. Og sömulegis er fólk sem er líklegast til þess að vera með eitthvað andóf. Þetta er líka vandamál í Úkraínu, það er mikill landflótti og ekki fyrir séð hvernig landi muni jafna sig, þannig að landflótti sem hefur verið þar getur verið líka dregið úr möguleikum Úkraínu til þess að reisa sig við. Getur gert það örugglega sko, en það fer eftir hvernig stríðið endar. Ef það endar með því að það verður einhver von framundan það byggja upp landið, þá held ég maður muni snúa aftur milljónum saman. Svona undanfarna vikur hefur verið, nú er veturinn að koma og þá hefur verið svona meiri athygli á orkukreppuna í Evrópu. Það er náttúrulega rokið upp úr öllu valdi orkuverð og skert kaupmátt. Má ég grípa fram því vegna þess að eitt sem ég datt í varandi bara þú segir það. Að því að það spyr út í að tala efnahagsmáli í Rússlandi og þennan þróaðir hluti hagkerfinu. Þróaðist hluti hagkerfis Rússlands er vopnaðinaðurinn. Hann var nú ekki beis það sem gerist á síðustu 6 mánuðum er sko versta auglýsing sem getur ímyndað fyrir þannig einað. Þannig að það er þegar farið að bera á því að hiki út alla heim við að kaupa rússnesk vopn vegna þess að þessi rándýruvopn sem eru notað, þau bara virka ekki. Og þessi gamaldags vopn er að fá hvað sem er. Það er að kaupa þau mjög lótýrar og hingað og þangað heiminum heldur frá Rússlandi. Þannig að þessi stóri draumur Rússa það að flytja út hátækni vopn sem hefur pólitíska þýðingu líka, hann er fyrir bí ár og áratugaskeið. Þannig að það er svolítið hvert sjálfsmarkið af öðru og sem að Rússar hefur gert í þessu afleiðingar en fyrir ekki greip. Það vill ekki kaupa eldflög með flögu úr barbítúku. Nei, og svo er það, ég vil þó geta skiptið út, það bara komið ljósa þessar herflugvélar sem hafa búin að lesa heilmikið hvað það eru fullkomnar og geta hugsanlega staðið snúning nokkrum af bestu herflugvélu Vesturlanda. Þær verður skotnað niður í mörgum tilvikum bara með tiltölulega einföldum búnaði. Og þessi skriðdrekasmátt var svo óhemjulega þróaður og allt það og mikið framleitt af en ódýrar heldur en þessi dýrustu skriðdrekar í Vesturlöndum. Þeir hafa bara stoppað og verið skotnir niður með einhvern byssum sem menn halda á öxlinu á sér. Þá er það Evrópu, það er kreppir að
og veturinn að nálgast og það sést alveg á umræðinni að það svona viss ótti gagnvart vetrinum í Evrópu, mikill kaupmáttaskerðing og því fylgir oft félagsleg upplausn og pólitísk átök. Það stutt í kosningar á Ítalíu þar sem að reikna má með að bræður Ítalíu vinni og hægri blokkinn taki við og það verði bræður Ítalíu, Salvini, Berlusconi myndi ríkisstjórn og þetta nú svona eiginlega skoðanabræður Pútins og þau hafa lýst öll andstöðu við stríðið, að þá eru skoðanabræður Pútins Svíþjóðardemókratar Orbán fyrir stötu sér líka. Já, í upphafi stríðsins var sagt að þarna verið Evrópa að þétta saman gildi sín, en þau gildi sem að virðast vera að rísa í pólitíkinni eru frekar svona nær Pútín heldur en svona því sem er kallað sem svona opið vestrænt lýðræðiskerfi. Nákvæmlega. Tvennt sem ég vildi þó nefna í því sambandi að annað það að flestir af þessum populistum á Vesturlöndum eða hægri populistum hafa lýst verið andstöðu Pútín. Meloni, sem líklega næsti forsætisráðherra í Ítalíu, að hún sífellt núna kvarta undan því að það sé verið að ljúga upp á hann hún stiði Pútín og hún sé alls ekki með stríðinu og hún vilja herða refsiaðgerðir gegn Rússum og annars slíkt og gengur mjög langt í því. Það ýmislegt líka varandi populistana, þess að hægri populista í Evrópu sem bendir til þess að þeir hafa þokað sér inn á miðjuna, eins og Le Pen gerði, hugsanlega Svíþjóðardemókratar, ég veit það ekki. Allavega í kosningabaráttu. Já, aðdraganda kosninga allavega. En það annað sem miklu stærra í þessu, held ég, og þetta ekki neinu samhengi við stríðið í Úkraínu. Það bara nú stríðið í Úkraínu og svo eru populistar að vinna á í Evrópu. Þetta hangir ekki saman. Heldur þeir vinni ekki á vegna efnahagserfiðleikana og minnkandi kaupmáttar? Það gæti verið að það myndi hjálpa í bili, en ég held að ástæðan fyrir því að þessir öfgahópar, hægri öfgahópar, hafa náð fylgið sér miklu djúpstæðar heldur en okkur kreppa í vetur. Og ég ekki spá góðu fyrir veturinn, ég kvíði veturinn og það svolítið einkennilegt að vera allt í þeirri stöðu að vonast breytir tiltölulega blíðum vetri og áhrifum gróðurhúsaloft og allt það, vegna þess að mjög erfið vetur geti haft skelfilegar afleiðingar í för með sig fyrir þjóðfélög í Evrópu. Og það allir hættir, ég teka bara ég les þýskublöðin til dæmis að það því að þetta miklu nær, það eru daglega fréttir þar hver óskup getur verið framundan og það síðast í dag las ég grein sem sagði frá því hvað myndi gerast ef að þessi rísa vest með BASF í Ludwigshafen sem sér stóru hluta efnaverksmiðju í heiminum eða Evrópu fyrir íhlut með þess að fyrir efnum í það sem þeir framleiða. Það myndi stoppast framleiðslu allt frá áburði til tannkrems og bílaframleiðslu og allt þetta. Þannig að það getur verið katastrófalt vetur framundan sast í iðnaði í Evrópu og þá varandi lífskjör sem eru niðurlega út af mikilli verðbólgu og stríðið var leyft henni upp. Ég held eins og að þetta byrja löngu fyrir stríð, þessi uppgangur hægri öfgaafla í Evrópu. Og það held ég með miklu frekar rekja til þess að ég held að við frekar að horfa til 2008, 2009 með það. Afleiðingar heimsvæðingarinnar, afleiðingar af nýfrjálshyggjunni, af markaðshyggjunni og þessi svona atomisering og samfélagum Vesturlanda. Þú talar að verja þessi gildi og annað slíkt, ég held að það voruð óljósari með tímanum og má ég fara bara eins langt og aftur dómstæra þetta. Sko, á 19. öld að þá voru margir hörðustu andstæðingur kapitalismas voru íhaldsmenn sem að kunna meta ákveðin gildi í þjóðfélögunum og ímynduðu sér það að þjóðfélögin væru almennt talað góð, þeir höfðu það gott sjálfur. Það væri einhver raunveruleg virði þessi bönd sem að þá voru til í þjóðfélögunum sem bæði byggðust á sameiginlegri trú, virðingu fyrir konungdæmin og allt þetta. Og þeir sá að kapitalisman breytti gersamlega öllu. Það sprengdi bara allt í loft upp. Þannig og Marx, veit ég hvað þú lesið hann mikið, en hann skrifaði miklu lofgjörð kapitalisman og getur lesið sköpunarkraftans, þú getur lesið á hvernig passus sig Marx sem í rauninni með því mest að lofi afl kapitalismas til þess að breyta í rauninni þjóðfélögu jafnvel til góðs þó að hann teldi að það væri bara þá skref sem myndu endanum leiði til annars miklu betra. En þannig að þessi samstæða milli íhaldsmanna sem vilja halda í gildið þjóðfélagsins og frjálshyggjumanna hins vegar hún tiltölulega nýtilkomin.
miklu yngri. Og það má svo að fara út í af hverju hún myndaðist og allt það. En það sem í rauninni, sko, ég held að sá maður sem best talaði þetta, best útskýrði þetta. Og maður sem miklu leyti glemdur, að maður sér ekki mikið til hans vitna, maður sér Karl Polanyi, ungversku fræðimaður. Hann sagði einfallega kapitalismin veldur sem síveldu kreppum sem að eyðileggja þjóðfélögin eða skemma stórkostlega þjóðfélögin og skapa allt þetta öryggisleysi og allt það sem fólk finnur fyrir. Það verða til tvenns konar hreyfingar, það eru ólíkar hreyfingar sem báðar hafa það markmið að verja almenning fyrir kapitalismann. Og þessar hreyfingar sem hann talaði og hann skrifaði þetta fyrir síðar heimstyrjöldina, 30 kvöldina skrifaði þetta, ef maður rétt, að voru kommunismin annars vegar og nasismin hins vegar. Nasistar og fasistar, þeir vörðuðu samfélagið með því að segja samfélagið prímært. Við gefum okkur það upp að við samfélagið svona á að vera svona, þjóðinu öll og aðra, við stöpum okkur saman gegn kapitalismannu, gegn, peningahyggjunni, gegn öllum þessum áhrifum sem koma erlendis frá. Og þá stöppuður fólki samanrunni gegn því sem það ímyndaði sér að væru áhrif annarkot minnihlutahópa eins og gyðinga eða frá útlöndum eða alþjóðlegum markmiðum og allt þetta og ýmsum aðilum innanlands. Og kommunistar og sósíalistar. Svo koma kommunistar og sósíalistar og þeir segja við viljum vernda alþýðuna. Ekki þjóðina sem einingu heldur horfur á hluta af þjóðinni sem verandi hinn vinnandi maður. Alþýða sem hefur verið arfrænd og allt það. En í báðum tilvikum menn reyna að bjarga sama hlutnum, ekki sama hlutnum, en reyna að bjarga annarkoð þjóðfélaginu eða hluta þjóðfélagsins frá því sama, sem þessi eyðileggingar áhrif kapitalismans. Það sem gerist núna á síðust árum, sérstaklega eftir þessar miklu framrásni í frjálshyggjunni, þessar markaðsvæðingu allar hluta, og síðan kreppana 2008, 2010, 2012 eða hvernig mann tíma setur hana, það að þau öfl sem að vilja vernda samfélagin frá útlendingum og frá opnum viðskiptum og opnum landamærum, þau verða sterk. Þau sem segja við erum bara hlutið þjóðfélagsins sem er verið að fara illa með og við viljum samstöðu meðal þeirra sem er verðsettir í samfélaginu, það ná engu flugi. Og ástæðan fyrir því þess að getur verið margar, en ein held ég svo sem að blasir við að það sé svona þetta disconnect, það sé þessi skortur og tengingu milli alvöru alþýðu eða fólk sem að vinnur og ávalla fyrir sínum nauðþurftum og forystumanna þessara stjórnmálaflokka sem að segjast vera málsvarar þessa hóps og vilja vernda hann frá áhrifum kapitalismas sem eru allt saman menntamenn. Bramíska vinstri sem að Piketty kallaði. Já, notaði það auðvitað, bramíska vinstri, það er ágætt. Það hefði verið bara frá svona 50-60, hefði sko fórusta þessara hreyfingar þróast raunverulega frá þeim sem að hafa það verst. Já, ég ekki talað um þessum eitthvað samsæru en eitt slíkt, ágætis fólk og allt það. Það er bara þetta gerist einhvern veginn þannig að það verður disconnect og þessi gildi sem að fólk úr svona framsækinni, millistétt framsæknu menntamannahópum og allt það hefur, ekkit endilega það sem að fátækrafólki hefur miklu áhyggjur af. Og þar skapast þessi vandræði með það að það kemur annar sem býður betra og segir þetta er ekki endilega markaðum að kenna svo mikið, þetta er ekki auðstéttunum í samfélaginu að kenna, neitt þess að þetta eru útlendingar. Þetta er bara opin landamæri sem gera verkum að það fara fyrirtæki úr landi og fólk eru atvinnulaust og síðan streymir alls konar flóttafólk og alls konar líður sem eyðileggur okkar samfélag og allt það. Þeir hafa bara betur í þessari hugmyndabaráttu. Þeir eru að vinna pólitísku baráttunni. Nákvæmlega. Þannig að við lifum öld fasismars. Þetta er svona 19. fasisma, þetta er svona jakafæta fasismi einhver. Eins og maður sér bara hvernig það breyst svíþjóðdemókratarnir úr annars vegar og horfur á sko þess að alvöru stuðningsmenn nýnasista í Þýskalandi sem bara líður. Eins og svíþjóðdemókratarnir voru í voru tíma því mér skilst, ég þekki Svíþjóð ekki mjög vel en ég hreinlega þegar ég fór á kröfugöngur nýnasista í Þýskalandi bara til að horfa á þetta, ég bara vorkenndi þessu fólki því þetta var fólk sem hafði svo greinilega orðið undir lífsbaráttunni var í algjörnum vandræði með sig og bara var eitt svona stórt social problem á að horfa
og svo þar ekki alltaf miklu fleiri þjóðverðar sem voru öskráð og heldur en þeir sem mættu í kröfugöngunar. Kannski þetta allt verið síðan. En þessi menn sem þú ert að lýsa núna, þeir eru stórir og áhrifamiklir í Bandaríkjunum. Þar eru bara, lærir maður eiginlega nöfn á nýjum hópum á hverjum degi. Það verið þeirra miklar fylkingar sem að Trump hefur einhvern veginn. Já, og í Þýskalandi verið bætið því sko að þessi AfD-flokkur, hann hefur, nú eru orðið fullt af fólki mjög háum stigum í þjóðfélaginu sem að fylgja þessu flokki og þá breytir foristan svipað og Le Pen hefur verið að færa sig Meloni sem að þú rekur ættfræði bræðra Ítalíu þá endaru í fasistaflokki. Já, nákvæmlega. Já, ég mani til því ég var fyrst að byrja, mitt fyrsta starfurinn var það ég vann fyrir alþjóðsamtök í Evrópu, þannig ég var í London og þá lendum við í útistöðum við hreyfingar sem að voru þessi Movimento Social hérna á Ítalíu til dæmis og allir íhaldsmönnum mikla áhyggju af því á þeim tíma þessi var að vinna með og var að vinna fyrir þessu uppgangi þessa fólks og hvað svo ótrúlegt að sjá þetta. Ég fór til Ítalíu til að kynna með málið á sínum tíma og það sem henni fannst ótrúlegt var það að þetta var svo greinilega beintengsl. Þetta var bara eins og endurfæddur hópur og þeir gátu ekki setið á sér að nota sömu merkin áfram og sömu svona ikonografíun og allt þetta. Nota sömu orðin svona. Já, sömu orðin. Hundaflaut í Bandaríkjunum, en það að notað í Ítalíu líka með því að segja Meloni þegar ég kristinn, ég kona. Þetta allt bara, ég fyrir heilbrigt líferni, að þú að rækta ábyrgð sjálfur á eigin heilsu og bara heyra það að vera að vísa til fasismans. Já, það það. En ég hef ekki einn stórkostlar áhyggjur af þessum hreyfingum eins og ég hafði. Ég verð að segja svo. Ég held að það hefur síðan sjá sitt bjartasta skeið núna. Ég held að það sem hafa komið nálægt valdi og þar hefur þeim tekist mjög illa til. Það hefur splundrast í Danski þjóðarflokkurinn. Já, það hefur splundrast í ólíkar áttir og í Bandaríkjunum held ég við séum búin að sjá toppinn á þessu æði sem þar hefur verið sem hefur verið alveg ótrúlega að fylgjast með. En mér finnst í Evrópu þetta tilfinning bara, en ekki sé ekki fært mikið rök fyrir, en mér finnst einhvern veginn eins og þetta sé toppinu sé náð í þessari nýfasista væðingu Evrópu og við munum kannski sjá lítið vera skynsamlegri tíma framöndan en það auðvitað byggist á því að það séu menn lærið það að höfða til þeirra hluta sem að stappa öðrum saman frekar heldur en alveg vantrausti þar á milli. Já, þá voru þú forvitið að fylgjast með stjórnarmyndaviðræðum í Svíþjóð sem að kannski snúast það hvort að hægfara hægri menn, hvort að hversu mikið af stefnu Svíþjóðardemókrata þeir taki inn í nýja stjórn, hvort að verið svipað og þegar Anders Fogh Rasmussen lét danska þjóðarflokkin styðja sína stjórn og eiginlega tók yfir innflytjendastefnu sem leiðir núna til þess að meiri segja sósíaldemókratarnir eru konum með þá stefnu. Þannig að já, þar verður að horfa bara heila á ákveðnar staðreyndir. Það sú stefna sem að svona mjög líberal flokkar í Evrópu hafa viljað fylgja í innflytjendamálum með því að opna mjög mikið fyrirhlutina. Hún nýtur tiltölulega mjög lítils fylgis í þessum þjóðfélögum. Þannig að það mikil meirihluta fylgi fyrir miklu stífari, skulum segja ekki lokun samfélag, en miklu stífari reglunum þetta og það er þarna held ég sem að í rauninni það hvernig vinstriflokkarnir hafa getað höfðað til almennings. Þetta eitt af stóra málunum þar sem þetta hefur brostið. Að það hreinlega sú trú hjá mjög mörgum þessi verðhafað í samfélagum Evrópu og Bandaríkjanna að þú getur ekki treyst frjálslyndum vinstrimönnum vegna þess að þeir mun ekki loka landamærunum, þeir mun ekki gæta samfélagsins. Þannig að samfélag þá eykst þessi tilfinning með það að þessi samfélagi sem undir árás en ekki einhver tilteknur hópar innan þess. Við skulum halda okkur við hægri populista og fara á mörk Evrópu, Tyrkland. Það þar meiri verðbólga heldur nokkuð staðar annars staðar í Evrópu og þar Erdogan sem ræður öllu. Á hvaða leið Tyrkland? Tyrkland mjög merkild viðfangsefni því að í rauninni þá Tyrkland að verða stórveldi og það þú veist, bara orð, hugtak, stórveldi, svæðisbund stórveldi, hvað maður vil kalla það. En það mjög margt sem ýtir undir það að Tyrkland geti haft miklu meiri áhrif heldur en það hefur haft til þessa. Og
og Erdogan hefur verið mikill refur og mjög snjallið til að nýta sér þá stöðu aftur og aftur, bara núna sjáum þegar Svíar og Finnar allir gangi í NATO, þá bara segja stopp, þeir verið þá að gera þetta fyrir mig í staðinn og svo framvegis. Og það raunar svona mikið kosningamál heima fyrir. Þannig ekki hluta því sem Erdogan að gera þessa mánuðina, það snýst að vera kosningar næsta ári sem að skoðanakannanir sína að hann geti tapað. En með Tyrkland þá lítum bara svona grunnatriði varðandi Tyrkland. Þetta er 84,5 miljón manna þjóð. Þeir eru ívið fjölmennir heldur en Þjóðverjar orðnir núna. Frábærlega staðsett í heiminum, á milli það er hitt. Algjöru gatnamót í heiminum. Já, það er hitt sem ég ætla að koma fyrst að nefna efnahagslega að þetta var alltaf mjög fátækt ríki. En það má þó segja með tíma Erdogan að það verið gífurlegur efnahagslegur uppgangur. Og ég held að muni flestis komandi Tyrklands núna, ég held að það verið svolítið hissa á því hvað þetta raunin er orðið líkt Evrópu mörgu leyti. Og hvað velmegun hefur teikt sig ekki bara í Istanbul, heldur hefur teikt sig inn á Anatólíuskagana sem var ekkert áður og það var mjög frumstætt allt. Þannig að þjóðarframleiðsla í Tyrkland er orðin, Tyrkland nærið rétt að verða eitt af 20 stærstu efnahagsveldum heimsins, kannski ekki alveg, og það gengum illa akkurat í augnablikinu, en þetta er hagkerfi sem er helminguna því rússneska. Og svo kemur það staðsetningunni sem er stóra málið. Það er annars ákveðin söguleg hluti sem gerir verkum að Tyrkir hafa verulega áhrif, bæði á Balkanskaga en ekki síður í Mið-Asíu, þar sem eru tyrknesku mælandi fólk í mörgum ríkjum þar sem að Tyrkir eru náð vel saman við, og síðan Mið-Austurlönd. Og eina ástæðan fyrir því að það er mikil andúð á því að andstæð við það að taka upp alvöru viðræði við Tyrkland að ganga í Evrópusambandið á sínu tíma var það með því að Tyrkland kæmi inn að þá hefði ytri landamæri Evrópusambandis orðið Íran, Írak, Sýrland og svo framvegis. Þannig að mennum þóttu nú að þetta væri verið efna til mikil vandræði þar. Þetta er allt sem er mjög viðkvæmt og það sem er gerst á seinni hluta stjórnartíma Erdogans er það að gífurlega afskipta sig með hans af málum út allt og ekki bara þarna heldur í Afríku og miklu víðar. Hefur orðið til þess að Tyrkland á núna í deilum við nánast alla sem maður eiga einhver samskipti við. Þeir eru í miklum deilum við Grikki sem er alltaf fornufari. Þeir eiga í deilum við Evrópusambandið af bæði varandi pólitík, mannréttinda ástand sérstaklega og þess aftar. Þeir eru með hernað í Sýrlandi. Þeir hafa ráðist inn í Írak ítrekað. Þeir eru með talsverða samvinnu við Írani en það er ekki allt endilega þægilegt þar. Þeir eru beinlínis blandað sér í stríðsátök milli Aserbaídsjan og Armeníu. Þeir eru með að blanda sér stríðsátök í Líbíu. Þeir hafa haft afskipti af málefnum blandast inn mikil átök í Persaflóa og þar í kring. Þannig að þetta er alveg sama, og svo ég tala nú ekki Kýpur og allt þetta, það er gersamlega vandamálin eru út allt. Það er bara átök út allt fyrir Tyrkland. En þannig verða stórveldi til þegar þau lenda í byrja að hegða sér sem stórveldi. Með dólgag og öllum. Já, og þeir hafa byggt upp, eins og sjáum minnst hvað þau skipt miklu máli í hernaðinum í Úkraínu. Þetta minnir á það að Tyrkland er ekki lengur eitthvað ríki þess sem bara setur saman einfaldar hluti. Heldur er tyrknesku iðnaður orðinn tiltölulega þróaður og orðinn talsvert þróaður og hefur náð miklum árangri mjög víða. Tyrknesk verktakafyrirtæki með þau stærstu í heiminum eru með framkvæmdir út allt. Tyrkland er búið að öfna til mjög sérstæð samstarfs við mörg Afríkuríki þar sem þeir setja sig fyrir hliðina á eða sem alternatífi í misli Frakkland eða önnur Vestranlönd og Kína. Og þannig að Eþíópía til með sérstaklega sem er mjög mikið náið samstarf orða. Þeir eru konum með herstöðum í Sómalí og eru að skipta sér mjög víða. Þannig að þetta er ríki sem að getur átt pólitísið mikla framtíð fyrir sér. Og óháð Erdogan. Já, óháð Erdogan. Það er komið á okkur braut sem að mun halda áfram þó svo að Tyrkir kjósi sig að það fóru. Já, ég held það. Það sem er sérstætt með þessu leiðtoga, þessa briljant leiðtoga, sterkumenn, er það að þeir skjóta sér alltaf í fótinn á endanum. Það er alltaf einhver sérviska sérstök sem að gera það verkum að þeir hætta að hlusta á aðra, þeir hafa oft trú á sjálfum sér og allt það. Þetta er oft rétt fyrir þeir að þá hverfur efasemdir að þú hafi rámt fyrir það. Og Erdogan er mjög í þeirra hópi. Erdogan og Putin eru líkir til. Og það sem hefur hann ekki algjör tök á, segjum að það eru kosningar næsta ári. Gæti ekki Tyrkland þróast út í að hann einhvern veginn tryggir sér völd þó svo að þjóðin sé ekki til í að kjósa hann? Eins og er bara í
Já, eins og Putin Jú, mér- tryggði sín völd, sko. já, mér finnst mjög líklegt að hann verði endur kosin næst og aftur og Mm. það framlengist í 4 ári viðbót hans valdaferill. En það hins vegar ákveðin andstaði í Tyrkland og Tyrkland ekki alveg eins einfalt samfélag eins og kannski lítur utanfrá þó þetta sé ekki svona eitthvað líberal vestrand lýðræðis fyrirbæri, þetta ekki svona einhver áberandi pluralismi og það allt saman. Þetta svona miklu frekar ákveðna blokkir, ákveðna svona fragmentasjón í samfélaginu, en það hins vegar orðið mikið af menntuðu fólki og mikið af fólki sem að lætur ekki bjóða sig hvað sem er. Og það hefur gengið fram mörgum ekki bara hegðan Erdogans erlendis sem hefur verið 80 mjög vinsæl, heldur eiginlega frekar stjórnarnas- og efnahagsmálum. Það sem hann bitið sig í eigin kenningar í efnahagsmálum. Það að vextir valdi verðbólgu en ekki öfugt. Sem gerir verkum að hann var lækka vextum daginn niður 13% þegar verðbólgan fór yfir 100%. Og þetta náttúrulega leiði til einhverjur óskaplega niðurstöðu í efnahagsmálum sem þjóðin þarf að borga fyrir. Og það sem getur fellt hann þessi efnahagsvandræði. Stjórnlaus verðbólga og kjararýrnun og Mikil kjararýrnun. séð var átt í búðum með hjólbörur að kaupa Já. brauð. Akkurat. Það reynilega bara mistið tökin á efnahagsmálunum. Það það sem geti fellt hann. Já. Stórveldi færum okkur þá bara til annars lýðræðisríkis sem kannski ekki lýðræðisríki eins og við ímyndum okkur svona dagstælega, Indland. Þar hægri populisti líka við völd. Já, það má nú aldrei segja það. Það mjög það svo skrítið þegar þú fæll Asíu, þá breytist stundum hvernig þú metur hlutina vegna þess að þú sérð örbirðuna og alltaf þessi grimmd fátæktarinnar á hverjum degi og það verður svo óhugnalegt að það eiginlega allt annað verður skárra og þess vegna freistast maður stundum til þess þegar maður ferðast Asíu, það sérstaklega í gamla daga þegar ég var að ferðast Asíu, að fá ákveðna samúð með mönnum sem að gerðu hlutina, reynsuðu upp einhverju sterkir flokkar eða einstaklingar, hvort sem voru til vinstri eða hægri, heldur bara þessa örbirgð, þessi ömurleit og þessa Það er allt betra en það. Já, ég held að það er ekki fólk á Íslandi sem ekki ferðast til þriðja heims og nefnda sem að kalla það hefur aldrei séð þessi grimmd sem fátæktin er. Það er svo óhugnalegu daglegu grimmd og það einhvern veginn fer Hún er maður harðstjóri. hún er hryllilegur harðstjóri og það einhvern veginn gerir það verkum að maður fær örlitla sem að maður þólir mannum ímestlega sem maður myndi ekki þóla mannastæðar og þetta er ástæðan fyrir því þegar ég bjó í Kína á sínum tíma og ferðaðist Kína dálítið og sá annars vegar þessu örbirgð og búin að sjá hana mjög mikið á Indlandi þess að ég ferðast mjög mikið áður og í Indónesíu þess að ég bjóna tíma og horfði upp á að maður fékk þess að svona pósitífu viðhorf til Kínveri fyrir að vera að leysa þetta mál þó mannréttindi verið öll með einhvern móskapnaði. En á Indlandi hins vegar þá þetta niðurstarfsemi sem er í þessu stað því að samfélagið var og er einhver leiti ennþá eftir áratuga lýðræði, áratuga frjálsa fjölmiðlun að það var áratuga dómstóla sem virkuðu mjög illa en virkuðu stundum. Eitthvað ákveðið sjálfstæði. Og þannig er móti, mann er endur móti, búin að brjóta þetta allt mann niður á tiltölulega skömmun tíma. Þannig að Indland sem lýðræðisríki eða eitthvað ríki sem að virðir mannréttind og annars lítið, er bara ekki svipur á sjón. Það er óskapar upp á þetta ríki sem að þetta er eitt af 2 að vera stærsta heimsins. Það eru 1400 milljónir manna sem búa þetta. Hvernig geta svona menn komist til valda í lýðræðisríki og umbreytum? Við getum nefnt Orbán, við getum nefnt Putin. Erdogan er komin halva leið. Þetta erum við að sjá bara mjög víða þar sem að menn komast til valda eru kostnir, njóta líðhylli og svo brjóta þau raunverulega allt kerfið undir sig þannig að eftir situr eitthvað svona. Það verður til góðsugur eins og á Indlandi, þegar við ferðast á það rengtið á kosningabarátta í stóru fylki á Indlandi í Andhra Pradesh, held ég að verið. Að þá voru í frambóði 2 manneskjur sem að verðu annar hvernig fylkistjóru, báða voru kvikmyndastjórnur. Og raunin þegar maður lasa eitthvað þetta fólk, þá var ekki nein tilfinning fyrir því þetta fólk að einhverja pólitísk skoðun, þetta voru bara kvikmyndastjórnur. Og þannig ná menn inn á kjörseðlun, þannig ná menn athygli. Eða til með Gandhi-ættin eða Nero-ættin á Indlandi, þetta var tiltölulega hæfileikalaust fólk þeir seinni. Núverandi sem sá sem að Rahul Gandhi, ég held að myndi engin hann ætti með ná kjöru víðast hvað held ég
Rajiv Gandhi var nú ekki djúpur stjórnmálamaður eða merkilegur leiðtogi, en hafði þetta nafn. Og þannig þetta oft á tíðum í þessu ríkjum að bara hreinlega þetta nafn og vera einhverjum ættum, einhver góðsögn í kringum, einhver trú á því að þetta sé eitthvað þarna sérstætt á ferðinni. Það tryggir mannum aðgang af valdinu og eins með móti. Það til svona góðsögum hans sem stráki sem vann sig upp úr því að selja te á jafnréttastöðum yfir í það að byggja sjálfan sig upp til að verða fylkisstjóri Gujarat, og þar átti að hafa gerst einhver mikil efnahagssprengja sem að hluta til réttina, öðruleyti ekki, og en einhvern veginn tókst að búa til í kringum hann þessa góðsögu. Og í rauninni, ef maður les fylgist með því sem sagt á Indlandi móti, þetta allt sem miklu meira góðsagnakennt heldur en raunverulegt. Og í svona þessum samfélagi... En honum tekst að ná svona tökum á samfélagin sem að kannski, við gætu sagt að Trump hafi reynt að gera, en tókst ekki vegna þess að það var einhver meiri viðbrögð í Bandaríkjunum? Já, ég held meira að þeir sem eru á móti eða óttast hann, þeir bera ákveðna virðingu eða ekki virðingu, kannski heldur sjáu þessa snilli sem þarna er á ferðinni, því að það er ákveðin snilli í þessu. Þannig sem ræðumann er snillingur sem hvernig hann Hvað leið er Indland? Þú lýsti svona á hvað leið Tyrkland væri í svona heiminum? Indland hefur hann ótrúlega potensial. Sem sagt, ef þú lítur með svo Kína og Indland og ber það saman, þá hefur Indland eitt tvennt mjög mikið fram yfir Kína, og annað er bara lýðfræðilegu strúktúr. Þannig að núna er það meir en 50 hver maður á jörðinni sem fer út á vinnumarkaðinni, gerir það á Indlandi. Indland er enn ung þjóð, en þeir eru að losna við þessa miklu fjölgun minnka mjög mikið, en árgangarnir sem eru að koma á vinnumarkaðin næstu 10-20 árin eru risa stórir sem hlutfall af öllum mannafla. Menntun er, má segja ýmislegt hana, hún er frá því að vera með því besta í heiminum og yfir það að vera skelfileg og engin. Og það situr alltaf í mér með Indlandi eins uppkvötuð, svona eins og epiphany. Ég stóð einhvern tímann sunnarlega á Indlandi og var að horfa á fiskimenn vinna, og þeir áttu ekki einu svona báta, raunverulega báta, þetta voru svona eintrjáningar sem voru á, og þeir fóru út með eintrjáninga 2 og 2 og voru með svona netadurslur einhverjar, sem þeir sett á milli bátan og reynda að ná upp einhverjum fiskum. Ef þú snerir í hálfhring, þá horfður á kjarnorkuver, og ég vissi þetta kjarnorkuver að það var byggt af indverskum vísindamenn með hjálparvísu sovjerskra á þeim tíma, en þetta var þeirra eigin framkvæmd. Og þannig þetta alltaf á Indlandi. Það er allt frá því að vera bara algjörlega heimsmælikvarða eins og þessi risa fyrirtæki eins og Infosys og fleiri sem eru hérna í hugbúnaðargeiranum og í lyfjafyrirtækjum og allt það sem er algjörlega heimsmælikvarða. Yfir það að vera steinöld og allt þar á milli. Þannig að við erum að tala um þetta þjóðfélagsmeitt fyrirbæri, og svo þetta svo margskipt milli gjörólíkra tungumála, ólíkra rasa, þjóðfélag, menning, gjörólíkra einu svo öll annars og svo framvegis. En potensialið þarna, annars veist það lýðfræðilega, og hins vegar sem að í samtímanu skiptir miklu máli að það er bara enska. Þú getur farið í hvaða smáþorp sem er á Indland og þú finnur einhvern sem talar ensku. Og það er meira þess að þannig stjórnmálamenn að horfa þjóðina áttu ensku vegna þess að það er alltaf einhver sem skilur þá. Í Kína þá getur farið ná flottustu skrifstofur í stór fyrirtæki með stofnum og finnur ekki nokkurn einasta maður sem skilur bofs í ensku. Þannig að það er þessi tenging, þessi möguleiki og tengingur sem að þarna er. Já. Og aðeins áður við förum kannski til Kína, spyrja áhrif stríðsins og þessara átaka á milli vesturveldana og Rússlands á Indland. Indverjar tóku þá afstöðu strax í upphafi, þegar Indland var til þess sjálfstætt ríki. Það verið óháð. Það er eiginlega ekkert ríki sem hefur fylgt þeirri stefnu trúfræðilega eins og Indland. Þannig að þeir eru alltaf neitað að taka afstöðu með deiluaðilum í alþjóðamálum. Og þetta er runni gert að verkum að utanríkisstefna á Indlandi er nánast ekki verið til. Utanríkisþjónustan mjög lítil og léleg og svona utanríkismál eru bara ekkert á dagskrá. Það er bara Pakistan sem allt snýst varðandi alþjóðamál. En núna þá hafa þeir tekið þá stöðu að taka stöðu frekar með Rússlandi. Og við sjáum það mitt í dag og morgun þá voru fundir Shanghai-grúppunar í Útsbekistan núna. Það sem að móti hittir Putin og hann hittir Xi Jinping og alla þessa leiðtoga. Og Indland er svona smám sem hann að þoka sér inn í það að vera eins og í hópi. Þeir eru ekki vilja vera neinum hópi. En í hópi sem er almennt talað vill setja skorður við ráð Vesturlanda,
við tryggja algjört fullveldi hvers ríkis fyrir sig, þannig að Vesturland geti ekki skipt sig innanlandsmálum eins ríkis. Og þetta gerir það verkum að byggjast ákveðnar brýr yfir til Rússlands eins og staðan núna. Og svo bætist það við að Indverjar eru að kaupa olíu og slikk frá Rússum núna. Það eru líklega 30%, 25-30% afsláttur allir olíu sem vill innlast núna frá Rússlandi, og Rússar eru að taka mjög stóran hlut af þeirri olíu sem áður fór til Evrópu. Það var Kína. Bandaríkin eru að reyna að samfara okkur núna að Kína sé andstæðingur. Okkur staði við ógna Kína. Hver verður þróunin í þessum átökum á milli þessara stærstu stórvelda í heimi? Það verður mjög mikill núningur og mikil átök og það enda með því miður einhverjum skelfilegum hlutum einhver tíman, ég veit ekki alveg hvenar, menn greinir á hvenar einhver alvöru uppgjör verða, en það mjög mikill núningur og mjög mikill tortryggni. Tortryggni er algjör að báðar áttur. Og en það segir ákveðna sögum með Kína með þeirra framgangi í heimismálum að nú getur vel verið komið ljós á morgunni af rangt fyrir mér, vegna þess að þeir eru að hittast í dag og morgunni sem segi í Samarkandi og Úsbekistan. En Kínverjar hafa ekki viljað taka afstöðu með Rússum fyllilega í stríðinu í Úkraínu af tveimur ástæðum. Og það er annars vegar það að þeir segja að það verði virða fullveldi ríkja og hins vegar hafa þeir af praktískum ástæðum ekki vilja rjúfa viðskiptabann Vesturlanda við Rússland. Þannig að það sem selja Rússum og kaupar á Rússum er ekki hlutir sem fara í gegnum vestræna bankakerfið eða í gegnum vestræna fyrirtæki. Þannig þeir að passa sig á þeir ýmislegt sem hafa keypt í gegnum tíðina eða selt til Rússlands gegnum tíðina sem passa sig á mjög mikið. Það eru stórfyrirtæki í Kína sem hætt að selja til Rússlands vegna sem vilja ekki brjóta þó að Bandaríkjamenn geti ekkert gert í því þetta viðskiptabann. Þannig að Kínverjar eru mjög varfærnir. En það sem er fyrst og fremst til að skilja Kína, maður verður að skilja er það að það sem skiptir máli fyrir Kína er Kína og Kína er heill heimur. Og það er einhvern veginn, það er ekki hægt að ýkja það er útskýra það. Þessa tilfinningu þegar maður er inn í miðju Kína fyrir hvað umheimurinn skiptir litlu máli. Þetta er bara Kína er þetta óhemjulega stóra fyrirbæri sem er bara nóg. Og kínversk menning er svo þétt ofin, þetta er eina ríki í veröldina sem að Guðstrú hefur aldrei ná nefni fótfestu vegna þess að fólk þarf ekki á hana að halda. Það er bara spurning af öllum mögulegu frá vöggu til grafar að finna í kínverskri menningu. Og það að tilheyra kínverskri menningur og partur af þessu er bara nóg. Þannig að það sem þeirra vilja gera, og það komið í ljós náttúrulega þeirra að breyta mjög mikið utanríkisstefnu okkur í þessi árin, hún var nánast ekki til staðar mjög lengi, það er ótrúlega lítið sem skiptir sig af hlutum, er það að þeir eru að opna fyrir sjálfa sig, stundum í svona eins og varnarskinni, aðgangað ráefnum, aðgangað mörkuðum, þeir eru að búa til svona einhverju hópa í kringu sig sem svona einhverjar blokkir en ekki vinablokkir, þetta er ekki líkt einhver NATO eða ESB eða neinu slíku. Það er ákveðin stuðningur í löndum eins og meira að segja í Suður Ameríku og Afríku að geta átt viðskipti við Kína og raunverulega neitað að vera í viðskipti við Vesturlönd. Það er annar valkostur. Þetta er annar valkostur en það er raunar sú stefna. Það er ekki sama nýlendu svona stefnan eins og er frá Vesturlöndum. Nei, ákveðin. Það er annað sem maður ekki skrifa fyrir með Kína og það er sem maður sér í þessu sem þú ert að nefna. Og það er það þeir setja upp þetta gífurlega stóra prógram, þetta belti og braut sem kallaður á íslensku, sem að í mínum huga var oft bara spurningum steypu og stál. Þetta snýrst það að koma stál og steypu frá Kína og byggja alls konar hluti og allt það. Það í rauninni er svolítið að renna út í sandinn, það hefur ekki gengið mjög vel. Og ástæðan fyrir ekki gengið mjög vel er kunnáttuleysi Kínverja heiminn. Og þarna kemur aftur að því hvað er í diplomasíni. Þeir kunna að byggja brúna en þeir kunna ekki að eiga við stjórnmálann. Þeir eru ekki sérfræðingi í þessu löndum. Það er enginn í þessu löndum sem veit neitt þessu lönd sem er viðskipti við. Það er aldrei hugsað út fyrir Kína. Akkurat. Og þeir eru lendi vandræðum núna. Þessi ríki eru ekki að borga af lánunum. Framkvæmdar reynast ekki akkurat arbærar eða akkurat þessa vandaði og svo framvegis. Þannig að þeir eru að skipta algjörlega gír og það er miklu meira professional ef má sletta því. Það sem ég sé frá komaröðu núna í nýju frumkvæði að hnattrænni þróun, heitir það. Og þeir verðast núna vera miklu sveigjanlegri og leggja áherslu á grænar lausnir og leggja áherslu á frumkvæði íbúana sjálfra og samstarfi Kína frekar heldur en bara mæti miljónkímarársvæði og byggja bara eitthvað og þannig. Þannig að þeir eru að læra. En þeir eru, og þetta kom manni sérstaklega óvart oft, eða það var svo skrítið með þetta óheimilega stóra og mikilvæga ríki hvað var klaufalegt oft á tíðum í samskiptum við heiminn.
það mun að einhver leyti halda áfram. Þarna erum við líka með sterkar mann sem að gætir að því að halda völdum og auka völd sín. Það er þróast? Það er styrkur og veikleiki Kína. Það er styrkurinn er sá núna að það hefur ekki verið valdabarátta í gangi þar. Þannig að Xi Jinping hefur tekist að búa til stefnu sem er bara fyllt og allir meira og minna með í. Þessir fáu valdamenn sem að voru þarna sem að virtust á svona einhver sjálfstæðu stöðu, þeir eru útleið. Þessi tók að því að Li Keqiang sem hefur verið forsætisráðherra, hann var að lýsa því að hann hættir bara áslokk hverfur úr æðstjórn flokksins. Þannig að Xi Jinping hefur mótað þetta ótrúlega mikið eigin hún tekist að ná þessum óheimilegu völdum. En það er líka mikil hættaði því. Ríkir eru miklu flóknar heldur en það var, bæði pólitíkin í því og sömuleiðis efnahagskerfið og framleiðslan af fyrirtækinu og allt þetta er miklu flóknar en það var. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem einn maður leysir. Og upplýsingastreymið neðan frá upp, og það hefur stöðvast talsveit mikið vegna þess að menn vita hvað vill heyra og hvað vill ekki heyra. Og þetta er þessi stóra dilemma sem að einræðisherra lenda alltaf í og Xi Jinping mun lendi og mun lenda mjög illa í alveg á næstu árum. Hættan þá er að því verður svarað með ævintýri mjög öryggismálum. Það er klassíska ráðið hjá einræðisherra sem er að komast í þröngastöðu heima fyrir, það er að vera stór út á við. Finna sér eitthvað Falklandseyja stríð? Já, ég meina það er ekki lengi að leita að því að þetta er náttúrulega stóri fíllinn í herberginu með öll samskipti í Kína er Tævan. Og ég held alltaf sjálfur að það myndi bíða þangað til 2040 og cirka og það er bara algjör sameining 2049 því að það er 100 ár þá liðum frá stofnun alþjóðlýðveldisins í Kína. Nú eru margir að hafa áhyggjur af því að það verða þessum áratug sem að geti sorfið til stóls út af Tævan. En hvað átök innanlands í Kína, hvert getur þið leitt? Þú varst áðan að tala að óttaðist að eftir Pútín kæmi bara eitthvað ennþá verra í Rússlandi. Já, það er sko hvert gæti svona Kína hrokkið? Það sem hann er sýnst sko það er mjög erfitt að fylgjast með þessu vegna það er ekki beinlínis í blóðunum eða kemur ekki beinlínis í fréttum mikið af þessu. En það sem mér hefur sýnst sko einkenna alla svona umræðu í Kína er ákveðið pólitískt hugmyndaleysi. Þannig að þessir hópar sem verða til og þeir verða til í kringum ákveðna hagsmuni sem átt að tíðum er ekki hagsmunir sem varða landið allt heldur eru svona sérhagsmunir. Það er eins og hafi aldrei orðið til sem þessi menn. Þá kannski bara eins og viðskiptablokkir. Viðskiptablokkir, akkurat. Það er með sko stóra efnahagsvandamáli í Kína hefur verið nokkuð lengi og verða verra og verra. Það er offjárfesting og það er út af því að það eru í landinu samkeppni á milli héraða og borga það laga til sín fjárfestingum en lofa öllu gull og grænum skóm og allt það og þrýsta og bankakerfið og lána út og allt þetta og þannig verða til þess að draugaborgi til dæmis sem er mikið í fréttum og það er kannski ágætist dæmið þú veist að taka þær vegna þess að það sýnir sko umfangið að þessu að það núna eru 50-60 milljónir íbúða í Kína sem eru ónotaðar sem eru meira og minna tilbúnar en enginn flytur í og mun kannski aldrei neitt flytt í. Þannig að efnahagskerfið hefur snúið svo mikið framkvæmdir sem eru ekki svar við neinum þörfum eða eðlilegum markaði heldur það að einhverju hafi verið nógu pólitískt sterkir til þess að fá fjármagn í og geta fjárfest og þá er þetta svona collusion milli sveitastjórnarmanna og borgarstjórnarmanna og héraðsstjórnarmanna og svo allar þessar fyrirtæki sem framleiða allt þetta stál og allar steip og öll þessi verktakastarfsemi sem er kringu þetta. Og þannig verður til alls konar blokki sem keppa hverju öðrum aðgang af fjármagn og aðgang af völdum og það er þetta sem maður tekur eftir en ekki einhver blokk sem segir við þurfum að opna aðeins meira fyrir umræður eða við þurfum ekki meira áherslu kvenna eða grænar lausnir. Það er eitthvað svona félagslegar heldir í Kína til þess að halda upp í svona eðlilegum stjórnmálum. Einn furðulegasta statistik sem ég séð kemur frá kínverska ríkinu. Og þetta var, ég sá þetta síðast 2018 held ég, 2017-18 eða eitthvað svoleiðis. Og þá höfðu þeir registrerað 50.000 tilvik á einu ári uppþot í landinu. Og þetta þýðir, ég man ekki hvort ég kostaði að það varu 150 á dag held ég. Þessi 150 sinnum á dag í Kína sem eru uppþot. Einhver læti sem lagað þar að skipta sér af. En það er ekkert af þessu tengt.
Þetta allt varðandi að það er búið að ræna við landinu á þessum stað, það er búið að reka allu vinnun á þessum stað, einhver versmiður lokað á þessum stað. Það var sóttvarnir þannig. Eitthvað svona. Og það er ekkert samhengi í þessu. Þó þetta sé heildar vandamál fyrir allt þjóðfélagið, að það myndast aldrei neinar svona blokkir kringu þetta. Það er ekki til félagskapurinn, það er ekki til... Nákvæmlega, en það segir líka bara svo ég klára þetta með þessar 50-60 milljónur íbúða, að það virkar eitthvað svona gessamlega stjarnfræðilegt. En ég reiknaði þá bara í huganum að þetta er svona eins og væru 8-10.000 íbúður á Íslandi auðar. Það væri vandamál, það væri problem. Það væri mjög gott, skal ég segja þér, að við hefðu á Íslandi. Það væri það sem okkur vandar. Stórfínt á Íslandi og allt það. En það væri sko vandamál, efnahagslegt vandamál ef staðan væri svo. Það myndi leysast á 3 árum. Þetta er bara þessi byggjum á 2 árum. En þegar hlustar þetta frá Kína 50-60 milljónir íbúða, þú veist, þetta virkar einhver sko bara lúna sér algjört. Og svona er þetta allt í Kína, það er einhvern veginn svona heildarskilningur einhver sem gerast, það strandar alltaf á stærðinni, á umfanginu, þetta verður allt svo óhemjulega flókið, stórt og mikið, að það er einhvern veginn ekkert að ná utan það. Og sérstaklega það ekki er þetta... Enga líkur á því að einn sterkur maður geti hugsað þetta allt saman og stýrt þessu. Nei, það er ósendið. En það var eitt sem reyndi að komast að sko, Bushilai, sem að reyndi að safna í kringu sig gegn Xi Jinping og það var bara með afturkvæði til maóism og þess áttar. Og hann náttúrulega lenti í fangelsi og verður það til æviloka. Og hann var orðinn borgarstjóri í nefnarvildanum borgarstjóri Chongqing sem er 20 milljón manna borg. Í héraði sem er 100 milljónir íbúa, þú veist. Þannig að allar stærðirnir verða svo ótrúlegar. En það sem ég alltaf beðið eftir að sjá að það verði til einhvers konar í það vantilega einhver menntamannahópum með eitthvað slíkt, einhvers konar önnur pólitísk hugsun heldur svo sem ríkir. Ég bara sé það ekki. Nei. Bara verið ekkert varfið það. Herðu, við stoppum hér, Jón Ormur. Kæra þakki fyrir að koma hingað og fara með okkur heiminn frá stríðinu í Úkraínu til Rússlands, til Evrópu, til Tyrklands, til Indlands og Kína. Og þú kannski kíkir hjá okkur til okkar eitthvað tíma seinna. Þátturinn er þá búinn í kvöld. Ég minni á að á morgun að þá sendum við út helgarútgáfu, kallað helgispjall, þar sem að kemur gestur og við ræðum saman. Ég hvet ykkur ef þið hafið gagn og gaman af samstöðinni að hjálpa okkur við að byggja hann upp. Þið getið gert það með því að læka síðurnar á Facebook og á YouTube. Þið getið líka gert það með því að ganga í Alþýðufélagið sem er fjárhagslegur bakkjarl samstöðurinnar. Þar greiðið þið lága áskrift sem eru félagsgjöld í Alþýðufélaginu og þið getið ekki þátt í að byggja það upp. En ég segi bara takk fyrir í kvöld.